Sjáum við liðin Pálmi Sigurgeirsson, Brynjar Björnsson, Fannar Ólafsson, Jeremiah Sola, Tyson Patterson, þetta byrjunarlið KR-inga, Sepp Ævi, Friðrik Stefánsson, Jóhann Ólafsson, Brenton Birmingham og Igor Beljanski, kunnulegt lið Íslandsmeistarinn og Brenton keyrir hérna upp á körfu og skotið geigar og Pálmi nær frákastinu. Og þetta gerðu KR-ingar ágætlega í fyrirleiknum og fyrsta leiknum og hér Tyson Patterson kominn með 2 stig. Þeir skoruðu 19 stig í fyrsta leiknum, en það sem þarf náttúrulega Fannar sem skoraði 6 stig í síðasta leik, 11 frákast, hann veit manna best sjálfur, hann getur gert miklu betur. Pálmi var alltaf þáttakandi í síðasta leik á 20 mínútum, þannig að það þarf allir að koma til. Þetta fín vörn og Fannari, vel gert af Friðrik vinstri handan í. Friðrik Stefánsson. Leikur hans hefur farið batnandi í úrslitakeppninni, en hér Jeremiah Sola, gengur ekki og Beljanski sem búinn að vera firnasterkur í þessari úrslitakeppni nær frákastinu. Það alveg, sko, hann búinn að spila miklu betur en hann gerði í vetur með 16 stiga meðaltali, bætir þar 5 stigum við meðaltali sitt. Fyrsta villan á Fannar núna. Já, Fannar Ólafsson, þetta ekki góð tíðindi hérna fyrir og klaufalegt hjá honum í raun og veru að fá þessa villum, en þá fyrir Brenton Birmingham á línuna og með 21,6 stóðsendingar og 54% skotnýtingu í síðasta leik. Frábær leikmaður. Þetta piltur 35 ára gamall, búinn að vera hérna frá 98-99 tímabilinu. Hann var eitt tímabili Grindavík meira minna hjá Njarðvík. Hann hefur, eins og ég talaði um hann, yfirleitt vegsann þegar mest á reynir. Hann var maður úrslitakeppninni í fyrra á móti Borgarnesi. Spilaði það gríðarlega vel, þannig að hann er maður augnabliksins. Já, þetta gekk ekki á Fannar Ólafsinni, en Brenton Birmingham hefur skilað náttúrulega gríðarlega miklu til íslensk körfuknattleiks. Hann er bara heiður skilið og orðu þegar þetta kemur. Þessu á Friðrik að skjóta náttúrulega. Já, hættir við og Beljanski sem er með alveg ótrúlega sjálfstraust, en gott frákast hjá Jeremiah Sola, Tyson Patterson á Pálma og Pálmi setur þetta mjög vel. Þetta lauk, þetta sem KR þar eru búin að gera þetta metur. Það að keyra á boltan á Tyson Patterson sem stýrir hraðfluginu. Pálmi fyllir línuna vel og setur hann fallega niður. Þetta var vel gert af KR og þeir eru að byrja hérna bara ljómandi. Pálmi hefur átt misjafna leiki í úrslitakeppninni, 7,7 stiga meðaltali. Hér já, þá KR-inga boltan hreinlega 4-4. Þessi leikur fer príðilega af stað í mikilli stemningu í Vesturbænum. Dæmt villa á Friðrik Erlendsson og Friðrik Stefánsson segi og sjáum þetta aftur. Ná ítir þarna við Jeremiah Sola og þetta var ágætlega gert og Fannar og það er Beljanski sem að fær villu. Það voru einhverju KR-ingar óánægðir með það að Beljanski skildi ekki fá fleiri villur í fyrsta leiknum og það voru eitthvað að pípa það. Fannar 78% vítaskipta, setur þetta væntanlega niður. En við skulum ekki, þannig að það ekki búin að gleyma því, en þetta voru 2 eftir liðin í deildinni í vetur. Njarðvík vann 20 leiki sem er mikið afrek og KR liðið 17. Þannig að það er ekki tilvíðan að þessi lið eru komið svo langt. Nei, það er svo sannlega ekki og þetta huggulega gert hjá Fannari. Sýnir miklu yfir og gott það sem ítti lítið vel út. Það var Jóhann Ólafsson sem er ákveðlega endalegu leikmaður, nummer 14. Þetta er leikur Njarðvík. Er það Fannar aftur? Nei, Pálma. Nei, það er Pálmi. Þetta er eins og leikur Njarðvíkinga. Það er þessi upp og niður í leikur með Friðrik og Igor Beljanski. Og þeir hafa 2 mjög sterka miðverðir sem geta snúið bakið í körfuna og farið sterkari körfuna og það er lúxus. Bæði þessi lið með gríðarlega mikla breidd og mestu breiddina má segja í íslensku körfubolta. Já, hann nýtti öll sín 7 víti í fyrsta leiknum af Friðrik en klikkar hérna. Það gerist yfirleitt bara 20 dögum hjá Friðrik, en þetta var góð dagur hjá Njarðvík. En auðvitað er það alveg menn sem þegar mest á reynir þá eru þeir sem setja skotið niður. Það er Pálmi. Pálmi er að gera þetta vel, karma góð. Pálmi, hann eiga stórleik í kvöld, þeir þurfa á því að halda. Þegar KR hefur þurft á virkilega góðum leik þá hefur
Eins og við erum talað Já, til dæmis Brynjar komið upp heldur betur á Darri. Og Darri. En sko, Pálmi á 19 mínútur síðast tekur bara 1 skot og ekkert stig í síðasta leik og tölfræði nánast flöt. Það er alltaf eitthvað sem sko 20 mínúta maður má ekki láta sjá frá sinni meinu sinni á þessum slís. Hér er Brenton með 3 stiga skot. Beint ofan í Brenton Birmingham, takk fyrir. Algjör snillingur þessi drengur, algjör snillingur. 5 stig frá honum í kvöld. Vel gert hjá Fannari. Fannar hérna og sendir á Patterson og hann skilur þessu niður, Tyson Patterson. Vel gert, feikilega vel gert. 10-8. Og Brenton reynir aftur, það gengur ekki. En Jeff Ivey nær frákastuðu klaufalegt hjá Káringum og Jeff Ivey skilur þessu niður. Þetta var klaufalegt Svali. Þetta eru sóknarfrákastinn. Njarðvík tók einu fleiri sóknarfrákast í síðasta leik. Þetta er Brynjar Björnsson. Frábært. Alveg feikilega beautiful. Það var með hvað 18 stig í síðasta leik. En nú er það komið 8 stig úr hafum af þeim 12. Og það er eitthvað sem Njarðvík geta ekki verið sáttur við. Þetta var gríðarlega vel gert. 12-10, góð nýting hér. En ekki var þetta fallegt hjá Jóhanni, en Jeremiah Sola hérna með sendingu á Pálma. Þetta er að gera hvað þetta er mjög huggulegt. Pálmi komið 6 stig. Þetta er akkurat það sem KL vindi og þurft að gera. Þegar þeir eru að refsa þeim, þeir eru að taka skot hinum einn og brenna skotum sinni, þá brunar upp í hraðaflug, vel skipulögt og setja þetta sjálfsögðu niður. Friðrik gengur ekki. Þetta er líka það sem KL vill að Friðrik sé að taka skotum með efst á leikningum. Það er nýtingans ekki nægilega góð. Þannig að þessar upphaldsmínútur eru að falla KR í hag. Sola en sendingi honum. Við skulum ekki gleyma því að KR var í sömu stöðu árið 2000 þegar þeir léku gegn Grindvíkingum í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn þar og þá náðu þeir að snúa sér því í vil eftir að hafa lent undir 1-0. Þannig að já, þetta er galopið. KR-ingar, það er þeirra að svara þessu. Þetta er eitthvað. Villa Pálma sýnist mér. Það sé hans önnur villa. Já, hann er að fá sína aðra villa hann Pálmi. 6 stig frá honum. Og það er skipting strax Edmund Asemi sem er sterkur varnarmaður, kemur hérna inn á fyrir Pálma. Já, hann var ekki þáttakandi í síðasta leik. Hann spilaði rétt 6 mínútur og gerði ekki nokkuð skapaðan hlut. Eðlilega á svo stuttum tíma. Jóhann Ólafsson með fallegt skot beint ofan í fyrstu stig hans. 14-12. Já, Asemi kallaðar Edu. Já, hæsta tölfræðans í síðasta leik voru 2 villur. Og það er náttúrulega bara allt og lítið frá þessum ágæta leikmanni. Fannar. En þetta gengur ekki og Beljanski nær hérna auðvitað frákasti 14-12. Jóhann, þetta er vel gert hjá honum, frábærlega gert hjá Snildarinn. Jóhanni Ólafsinni. Þetta er náttúrulega ekki nægilega góð vörn með KL-inu. Þeir eru að leggja svolítið kapp á Brenton og Jeff Ivey eðlilega til fallegt. Tverkur eru frá Jóhanni Ólafsinni, Fannar. Það var hann fín sending frá Sola, en Fannar þarf að setja þetta niður. Þetta var kjörið tækifæri. Þessi leikur fer ákvæðlega vel af stað. Jóhann Ólafsson, takk fyrir! Hann er með þetta 7 stig í röð fyrir Íslandsmeistarana. Drengur sem er að skora 13 stíðstíkjarni, 10 í deildakeppninni. Þetta er alltaf bara hálfgæða leikmaður. Bæði fyrir utan og svo kyrra hann á görðina á hann, þannig að það þarf að passa hann. Patterson, frábærlega gert. Þessi leikur fer feikilega vel af stað. Þetta er bara fagurfræði og það sem við viljum. Ekki nokkuð spurning. 17-16. Og Beljanski, þetta er... Þetta er eins og sterkur. Og hann er mjög sterkur í þessu. Já, þetta er hann styrkur. Hann getur skotið alltaf 3 stiga línunni. Þannig að þó þetta sé ekki styrkleiki Friðrik, svo megar ekki skilja Beljanski eftir þetta fyrir utan. Njarðvík fyrir leiklega. Þó að séu einu stíð yfir, þá eru KR-ingar, það sem er fyrir Njarðvíknar, þeir verða að stoppa þessar hröðsóknir. En KR-ingar fyrir að fylgja þeim öðru, að þeir hafa verið í basli með að skora, þeir náðu ekki hraðri sókn á þá. Stemmingi frábær og stuðningsmenn KR sitja hérna mjög skemmtilega að svipa á þetta. Við skulum heyra aðeins í þjálfara KR-inga. You have to step up. You're getting way too easy on the middle. Whoever's starting the big has to come up. We talked about putting some ball pressure on the big guys when they get the ball on high post. So you should be there and step up so they don't go middle and bounce. Okay? Take care of this, please, right now. Come on.
Jóhann Ólafsson stigaðistur Njörvíkinga með 7 stig, Brenton með 5. Og KR eru það Pálmi Sigurgeirsson og Tyson Patterson með 6 stig hvor. Þessi drengir að spila vel fyrir KR. Nú þarf að koma öðrum inn í þetta, þarf að koma Sóla inn í þetta. Sjáu þið Jeff Ivey hérna. Þetta er allt of mikið tími. Þetta er allt of mikið tími. Þarna fær hann beint úr innkasti og hefur nægan tíma til að stilla byssuna þarna í horninu. Og þetta er ofurvöld. Þetta er vel gert eins og það er á Patterson, feikilega vel gert og 2 skot frá Sóla. En Njörvíkingar konum með 3 þriggjastiga hvorur. KR-ingar ekki neina. Tyson Patterson er búinn að úr 3 skotum setja þau öll niður. Hann er að byrja hérna mjög vel, rétt eins og Pálmi með 3 skotum. Þannig að þeir eru með fullkomna nýtingu. Egill Jónasson að koma hérna inn á fyrir Friðrik Stefánsson. Egill hefur komið skemmtilega inn hérna. Gerði það í gegn Grindvíkingum í 8 leiknum í undanúrslitunum og síðan í fyrsta leiknum. Já, með 8 stig í fyrsta leiknum, 3 frákvöld, góða nýtingu, 4 í vítum. Þannig að það er drengur, vandvirkur og einstaklega gæðarblóð. Það býður enn eftir svona virkilegum stórleik Svali frá Tyson eða Jeremiah Sóla eins og við höfum séð Brynjar og Darran að ná hjá KR-ingum. Já. Og þetta eru bæði leikmenn að þeir getur stíða, þeir geta alveg komið stórleikunum. Þetta er mikið kapplagt á vartirnar að passa á. Það er ekki losnar aðra. Þetta er enn og aftur snildar hreyfing á Brenton. Þessi drengur er náttúrulega bara tæknilegt undrabatt, spila í Manhattan College, var með þar 16 stig á meðaltali á skólaferli. Ég segi bara Guð hjálpi KR-ingum ef hann er virkilega að fara að ná sér á strik í þessari úrslitakeppni. Og það eru ýmis teikn á lofti þar. Kemur Darrin á Hilmarsson. Og munum í Snæfellsheiminu, hann átti þar leiki sem voru bara í hæsta klassa. Og Brenton gengur ekki. Þetta er náttúrulega sem KR geta ekki leiktum. Þarna munaði líka hann kláraði þetta en Jóhann Ólafsson hérna með feikilega mikla baráttu. Þetta er vörðin á KR, það er bara að leka hann og menn er að stoppa manni strax í byrjunarstöðu þegar hann kemur þetta fyrir utan, þarna það bara Brynjar að gera bara einfallega miklu betur. Þetta sækir Jóhann bara að ílsku og grimm og er að skora þetta 8. stig. Hann vildi þetta bara meira. Staðan eftir fyrsta leikluta í fyrsta leiknum var 29-23 fyrir Njörvíkinga og það stefnir í eitthvað svipað núna. Nú er að sjá hvernig KR-ingum, þeim hefur ekki gengið vel þegar þeir þurfa að setja upp á móti vörninni, þeir hefur gengið fínt í hröðum sóknum, en ekki þegar þeir þurfa að setja upp. Nú er að þeir að leysa það. Það var 14-10 fyrir KR, sko, þetta er 14-2 sveifla núna. Vill á Ígor. Hans önnu villa. Já. Ígor Berjanski kom með 2 og Pálmi 2 hjá KR-ingum. Semi með 2 vítaskott. Halldór R. Karlsson að fara að koma inn á fyrir Njörvík. Og hann hittir upp á hann. Halldór hefur eins og ráttinni farið ítlan með KR-inga í gegnum árin. Og hérna... Ekki vinsælustu maðurinn hérna í húsinu. Nei, þetta er þetta ekki vinsælt að keppni og Halldór kemst ekki langt inn í henni hér í Vesturbænum en hann er eins og mikill baráttumaður og mikilvægur fyrir þetta lið. Það var Brenton. 3 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Hér er Jóhann Ólafsson. Hvað er að gerast og Egill í baráttunni. Og þarna fór eitt skipti frá hópbílum. Þetta var flott. Skarpjörn Ingarsson að koma inn og það er aftur drengur sem væri gott fyrir KR-inga kemur með sprengju. Hann var á 15 mínútum aðeins með 3 stig í síðasta leik. Þannig að eru hann margir leikar sem geta gert miklu betur heldur en við sáum í síðasta leik. Nú bara að ná í límband og líma þetta. Það eru fjöllegar hérna, vallar starfsmenn í Vesturbænum. 15 sekundur eftir að stoppklukkunni. Þegar Jóhann Ólafsson tekur frábærlega gert. Hann er að 11 stig spila frá þetta honum. alveg gríðarlega vel. Sá er að
gera KR-ingum lífið leitt. Það eru þarna svo margir með beitt vopn og fjölbreytt vopnabúr í Njarðvíkurliðinu. Þannig að það er ekki hægt að safna þar. Fannar keyrir hérna á Egil og hann verður að klára þetta og tekur aftur frákastið og Egil með verð þetta skot frá honum. Sáuðu þetta? Þarna kom kraninn. Fannar þurfti náttúrulega að nýta fyrir möguleikann. Þetta er annað skipti sem Fannar er í mjög góðri stöðu. Já. Hann verður að leggja þetta niður en það kemur að því. Þetta er vel gert eins og undirbúningurinn er góður. Guðmundur Jónsson kemur inn á fyrir Brenton Birmingham sem er með 7 stig. 26-18, ljómandi góður kafli hér á Njarðvíkingum. Það er að stoppa þessar hröðu sóknir hjá KR-inga, fara að skora. Þá slökkva er í þeim möguleika fyrir þá. Þá verður þetta erfitt hjá KR-ingum. Pattisson með 3 stiga skot, beint ofan í. Þetta var nákvæmlega það sem að KR þurfti á að halda núna. Tyson Pattisson kom með 9 stig. Minnkar þetta niður í 5 stig, 26-21. Nú mega ekki hleypa Njarðvíkingum og langt fram úr sér. Það er alveg ljóst. Og hér munaði litlu á Tyson. Sæli í knettinum, gekk ekki, Halldór Karlsson. Vel gert hjá Asemi, þarna stóð boltan höndunum á Agli. Og Tyson Pattisson út á Skarphéðinn. Og hann tekur 3 stiga. Það gengur ekki þarri í barðun enn. Jóhann Ólafsson þarna. Tyson Pattisson gerir þetta vel. Hann er alveg feikilega flinkur opnum velli, ógnandi og sér völlin vel. Þannig að þarna stýrði hann sér vel og þeir fengu vissu ekki körfu en ágætist tilraun af KR-ingum. Þá Jóhann gengur ekki og Asemi með sendingu á Skarphéðinn, auðveld karfa. Þetta er mjög aftur hröðsókn, Njarðvíkingar brenna af skoti, kveikja hraðaflugsmöguleika sem KR-ingar nýta sér mjög vel. Þeir eru vel skipulagðir í þessum hröðsóknum. Þeir búin að minnka þetta niður í 3 stig núna, innan við mínútu eftir. Og fín vörð hérna hjá KR-ingum. 10 sekundur eftir að skotklukkunni Guðmundur Jónsson. Darri og Asemi, Guðmundur. Fór í fótinn og fann það í skotklukka. Klukka og Sola og Brenton koma inn. Aftur, Jóhann Ólafsson fyrir út af 11 stig. Mjög góður fjórðungur í honum. Og út að segja það. Fannar fyrir út af fyrir Sola. Fannar þarf kannski aðeins að finna skotið hann undir körfunni en þegar það kemur þá fer þetta að falla hjá Strákum. Já. Sjálfstraustið aðeins beðið hnekki þarna áðan en það kemur aftur. Það var að Jepp Ævi Pattisson hérna á mótunum. Og Ævi, hvað gerir hann með erfitt skot? Gengur! Frábærlega gert, þetta er fín vörð hjá Pattisson. Það er feikilega erfitt skot, alveg gríðarlega erfitt skot. Þannig að setja hann niður. Jepp Ævi er hávaxnari og sterkari þannig að hann er að leita svolítið mikið inn í teig á móti Tyson Pattisson eðlilega. En Tyson hins vegar gerði það vel handan fyrir utan en þröngva henni mjög erfitt skot og setja hann niður. Það er ekkert í því að gera. Nefnum að bara hefna með góðri körfu. Njarðvíkingar, þeir fá boltan aftur væntanlega. Það eru 5-6 sekundur. Munur á skot og leikklukku. Pattisson anda með fallega sendingu. Karvagó hjá Þetta er bara hámenning. Asemi. Þetta er hámenning. Edmund Asemi. Fegurinn í blandið kramp, það er skilgreining á hámenningu. Þetta er glæsilega gert. Já, hann er komið sterkur hérna innan Edmund Asemi og Hann var alltaf bara svo haugur í síðasta leik, þannig að hann þarf að bæta það. 5 stig frá honum og þeir eru búin að minnka þetta í 2 stig, 28-26. Frábær fyrsti leikluti hérna. Þetta lofar ákvæmlega góðu fyrir leikinn. Ævi, KR-ingar hérna með góða vörð. Mér sýndist nú Asemi brýtur á hann, mér sýndist að slá í hendina á hann. En ekki ánægður með þessa dómgæslu en. Ekki alveg sáttur. Já, hann er nú pínundur klaufskur svona í... Hann hefur oft lent í villumvandræðum og sá leik hér á móti Snæfellsnesi sem hann fékk á 6 mínútur 5 vitur. Já, hann er aftur við það. Við séum að hann var kollleikinn á dómarunum en við sýndist að hann hafi slegið en ég held að það er réttilega dæmt. Svolítið klauvalegt af Asemi, menn að það er innan við sekúnd eftir. Já, þetta er þvingað skot en það er kannski kappið of mikið. Já, Guðmundur Jónsson setur þetta niður mikilvægt. Og... Hei! Hann setur það niður. Það er ekki dæmt. Þetta var rosalegt. Þeir eru nú bara að dæma þetta bara út af tilþrifunum. Sjáu þið þetta?
Þetta er ferð til London eða það er í skotinu. Það er hérna eftir, það er sko skotið til Alicante, þannig að þetta er engin spurning að Darri ættu að fá ferð frá Iceland Express. Allavega næra leiðina. Þetta er bara snildaleikur, staðan 30-26, mikið skorað, vel leikinn leikur. Taugarnar ekkert of strektar, þannig að þetta boðar ljómandi gott. Þetta er bara veisla. Þetta er almennilega veisla á nú. Væntanlega á að skjóta hérna til Alicante, svo er kallað. Í boði Iceland Express og þetta hefur gefið mjög góða raun og nokkuð margir sem hafa náð að setja boltan niður í körfu á miðju. Hérna kemur einn af bassasöngurum kórsins, skilnisleir. Jú. Þetta er borgarskjótið. Þessu sinni til Alicante á Spáni, það er ekki dónalegt en þetta brást nú. En ára næsti. Það er tróðfullt hús hérna í THL-höllinni í Þetta er frábær umgjörð. Engin nokkuð spurning. Það er verið að vera snöggir. Jájá, þetta gengur. Það er stuttur. Það er stuttur, men Ágætis til henni. Þetta síðan aftur í fjórða leikluta. En staðan hérna 30-26 og Jóhann Ólafsson með 11 stig fyrir Njarðvíkinga, hann er stigaðistur og Brenton Birmingham og Jeb Ivey með 7 stig og hjá KR með Tyson Patterson með 9 stig. Leikurinn ákaflega skemmtilegur. Jeremiah Sola og Villa á Egil. Það er kannski hjá KR að Sola, þessi flinki sóknarmaður sem oft sinni sér þeirra stigahæstir maður og er að skora 18 stig pluss í deildinu 18 stig, hann er ekki búinn að skora ennþá. Ef þeim kæmi honum í gang og inn í leikinn, það væri mikið styrkur fyrir þá. Vill á Halldór. Það er gamli Halldór, honum er hægt að bregða þegar hann fær villur. Það væri mörg ár sem honum hvert frá alltaf þegar hann fekk villur, en þannig að þetta er það sem... Hann dattilega eftir á líka. Þetta er svona klárt þroskamerki. Og það er það sem þessi leikur gerir mönnum. Egil er að spila hafa frábærlega í vörninni. Þetta er drengur sem elskar að verja skot og hann er alltaf allnokkuð hávaxinn. Ég meina Fannar og Sola hafa ekkert komast upp á mótunum. Nei, en það var ekkert að leiða sjáu þetta klaufalegt hérna hjá Skarphéðinni. Þetta er alltaf bara lögreglumál. Þetta er KR ekki að leiða. Það var Guðmundur Jónsson og Ivey. Þetta er skynsamlega gert hérna, þeir róa þetta ef þeir fá ekki gott skotstrák. Brenton og svolítið vandræðilegt að skotklukkan að renna út. Skotklukkan að renna út, þetta er búið. Hún rann út. Fín vörn hjá KR. Fín vörn hjá KR-ingum. Þarna eins og það vantaði tali frá bekknum og þeir vita því. Menn verður að láta hvern annan vita þessu. Ég sé að KR Þórinn. Þetta er nú ekki neitt kirkjustór en Kjallakur klárlega. Hér er Skarphéðinn í baráttunni. Aftur varðskot. Já, var ekki Halldór og Jeb Ivey hérna hann. Fínum hvað er að gera hérna. Skarphéðinn og... Jeb Ivey snýr sig á ökla. Já, fínum við. Hann er ekki neinn sóttum hann Jeb Ivey. Þannig að sjá þetta aftur að snýr sig. Þetta er alltaf... Já, herri, sko... Skarphéðinn sem var tæklar á hana. Þetta er fella. Já. Þetta var andiklisverð. Og Brenton fekk eitthvað lúrin, en það yfirleitt hressi menn. Jú, Það er að fá að vera að heilsa sjómannars við, þetta var alltaf var. Þannig að fara einna í hamsi. Gríðarlega mikilvægt að KR-ingar tímabilið er náttúrulega undir á KR, það er bara þannig. Þessi bolti gekk illa. Afleið Tyson Patterson með sendingu. Þetta er frábærlega. Þetta er alveg snilldar tilþrif. Patterson á opnum velli er bara alveg bameitra. Þetta er óbóðslega vel gert. Boltinn dettur á hárréttan stað.
Þetta gríðarlega vel gert af KR. 30-28. Njarðvíkingar ekki náðu að skora hérna í þessum leikluta. Og þá var það Tyson. Keyrir hérna upp og Tyson. Klára það með vinstri, gengur ekki. Góð vörð þarna hjá Ivy og Jeremiah Aftur verið Sola. Egill þetta. Það sem gerist líka með þessum skotum hjá Agli, hann að hrekja það frá. Þeir eru hrættir að fara inn í teginn. Þeir vita það að niðurlægingin verður mikil þegar hann verður þetta skot í innkast. Þannig að það er miklu meira heldur en bara verið að skoti. Hann er líka að gefa ákveðin skilaboð inn í teginn komið ekki meðan ég er hér undir menn. Hins vegar þessi aðferðafræði hjá Agli að vera að taka mikið af skotum í þriggjarstiga línunni sem við sjáum í síðsókn. Hún er eitthvað sem þarf að leiðrétta hjá okkur að hafa þessu tryggi. Þetta er eitthvað sem menn gera bara þegar þeir eru 30 stigum yfir í lokin. Já, Sola Setur þetta niður og komin á blað. En hann þarf að gera betur. Jæja, bæði ofan í. Sjösti hjá Jeremiah Sola þá. Og staðan er jöfn 30-30. KR hafa náð að jafna. Ná vandræðagangur núna í sókninni hjá Njarðvíkingum en KR vörðin sterk. Ivy með skotið og þá var það Tyson, 3-3 hérna. Tyson með frábæra sendingu. Alveg gríðarlega vel gert. Þetta er bara beautiful. Þeir gera þetta feikilega vel, Sola með 40 röð. Við sjáum aftur Tyson skapar þetta algjörlega. Og þegar hann er að spila svona þá er KR erfitt. Þetta ger hann ekki á köflum út í IR, ger ekki á köflum út í Snæfell, en þegar með rétt styrktur er hann einstaklega flinkur leikmaður. Manni finnst núna að KR þarf aðeins að býta frá sér og spila svona harðari. Sína sér 13. Bara nákvæmlega ástæðan fyrir unnu 17 leiki í vetur var þessi spilamennska. Hér eru bara að mæta eins og liðinu sem hefur hingað til verið besta lið á landinu í vetur. Eða Fannar. Það er hann að fá sína aðra villu. Þetta er eins og ódýr, þetta er allt ódýr. Fannar þessi baráttu hundur á ekki verið að fá. Þú hefur bara 5 villu til skiptana. Það átti ekki verið að sleppa einn í svona villu. Njarðvíkingar enn ekki skorað. Og Brenton og Friðrik Stefánsson kominn inn á aftur og Jóhann og gengur ekki. Friðrik með gott sóknarfrákast en býður nú við, hér er Fannar. Þetta er mikið bara það. Og Fannar og Friðrik, þetta eru tveir náttúrulega ofur sterkir fullvaxnir kallmenn sem var strax frá aldri borðað mikið að tröllamilju og þeir eru að berjast með hvert bolta. Þetta er gaman að sjá. Beljanski er kominn á hérna fyrir Egil og Beljanski aðteklisvert að hann hefur enn ekki náð að skora. Þetta er alltaf forréttindi hjá Njarðvík að þeir eru að koma með Beljanski inn fyrir Egil. Að Egil þessi drengur upp á 2.14 er að koma inn á með svona feikil óknum í vörninu. Þetta er vel gert. Villa á Sola held ég. Fín gaffreyðing hjá Beljanski. Sola brýtur hún, ég sá nú ekki alveg á hvað villan var og Sola. Það er önnur Villa Sola. Þannig að Pálmi, Sola og Fannar eru með 2 villur í KR. 32-30, Njarðvíkingar ekki skorað. Sola ósáttur. Við sáum þetta ekki nefnilega en dómarar leiksins hafa gert og Kristinn væntanlega sé þetta mjög vel. Það var dæmt þetta eins og öll úrslitakenndi meira til fyrirmyndar og dómararstjættinni til mikil sjóma. Já, ekki nokkuð spurningu það. Igor Beljanski hittir og kemst á blað. Nei, gengur ekki síðar á stundu. Tyson og Sola og góð vörð þarna hjá Njarðvíkingum og Brenton hérna einhverjum pínlutu vandræðum en KR ná að komast tilbaka og Jeb Ivy og Friðrik Stefánsson. Þetta er rosalega vel gert. Friðrik Stefánsson. Þarna fer hann bara upp af fullum krafti og með góðrilu tróð yfir það. Þetta er svo fallegt maður. Þvílík skemmtun. Hann býður góða kvöldi. Þetta er ástæðan fyrir þetta er fegurst allra íþróttar. Spjaldi niður. Spjaldi niður. Fannar Ólafsson. Hámenning. 4 stig frá honum. KR ná aftur fórustunni 34-33. Friðrik Sola hérna. Skref.
réttilega dæmt. Pálmi Sigurgeirsson að koma inn á aftur eftir að hafa átt fínan sprett í byrjun og Pálmi með 3-3 í skotum 6 stig, 2 villur og 2 fráköst, þannig að hann gerði mjög vel. Já, fekk snemma þessar villur, þannig að Pálmi verður að fá sér stig úr hraðum sóknum. Hann eins og að beitt þriggja skipta, hann fær góðan tíma. En sá tími gerst ekki oft í svona leikjum. Brynjar Björnsson. Það er beitt skipta. Gengur ekki. En Káringar vel gert hjá Pálma þarna. Hann halda boltanum. Og Pálmi hérna með þriggja stiga skot. Þetta er eins og ekki hans skot. Það taka snögg skot upp úr knattrækki. En það er mikið kappi í þessu. Brenton. Og hann fer alla leið og skorar. Brenton Birmingham. Hvað er það búin að gera þetta oft? Það sem Brenton hefur þetta mikla jafnvægi. Hann fer hérna í gegn og það er mikið rói á honum. Og nýtur sér hvert möguleika. Feitileg skottækni og jafnvægi. Þannig að þetta gerir hann bara alveg einstaklega vel. Þetta maðurinn snillingur. Góð vörð hjá Friðriki Stefánsssyni. Og það var að Ævi. Gengur ekki og Beljanski. Hefur verið að dæma á Skarphéðinn Ingarsson. Réttilega dæmt. Fyrsta villan hans. Það sem er að gera svona Sóla er orðinn full pirraður. Það er engin tími núna til að vera í einhverjum kappræðum við dómarana. Það var ósættið villi sem hann fékk á svo í tvígang. Finnst hún að hafa brotið á þessu hinni sér. Og ef heldar hreyfing sem hún sýnir er höfuð hrykkin, þá fer ekki langt í þessar íþrótt. Já, menn verða bara að vera fúlir eftirleik. Já, ég minna þá er nægur tími. Þú getur tekið nóttin í það en að vera fúll núna, það er bara ekki tími það. Tímabilið er einfallega undir hjá þér. Þetta er náttúrulega alveg stúrkalega vel gert. Friðrik Stefánsson. Það heyrum aðeins í þjálfara Káringa. Big guys, come on. You don't have to take the first three away the ball, but if it's wide open, of course, to shoot it. Þú ert að meina á svæðinu. Já, ok. Það er bara upp og niður. Hey, hvað segir þú? Ég skipta. Keep ballinu í miðunni, upp og niður baki skiptist. In the trade, you want to go to the free throw line also. You take care of the ball. Verðum að passa bolum, að henda boltanum allt og oft frá okkur. Hey, transition defense. Hey, you have Brilliant, Brenton, Ivy. You gotta pick them up. The guys who are supposed to cut them, pick them up. Bara eitthvað sem næst. Gúnarsson talar hann að tungum og eins og það sé búin að læra enskuna sína. Þetta er íslenska sem er rætt hann á bekknum. Þetta er oft mjög, og upplýsingarnir kannski geta oft mjög merkilegar, en þetta er hluta þessu að minna menn á. Og nú kemur Baldurinn og nú er að sjá hvað hann gerir, 5-13 eftir. Að kom inn á, hluta til óvænt í síðasta leik og gerði ágætlega. Hvort hann á að fylgja því eftir. Sannkalla leynivopn. 35-34 fyrir Njarðvíkinga. Og annar leikluti hálnaður. Jóhann Ólafsson fór mikinn í fyrsta leikluta. Skoraði þá 11 stig. Og Beljanski fyrir Ragnar Ragnarsson komið inn á fyrir Njarðvík. Og Friðrik Stefánsson með þriggjastiga skot gengur ekki. Þetta er sem Kári. Þetta vilja þeir. Að Friðrik sé að skjóta skotum. Auðvitað hittir hann annars slag í úrstu en prósentunýtingin ekki há. Sjáum að þjálfarar beggja liða er að keyra á nánast öllum leikmönnum hérna í fyrirháleik. Hér Brenton Birmingham, þetta lítur að klarast og Jóhann Ólafsson skilur þessu niður. Brenton var nú keyrður þarna niður. Villu. Hann hins vegar fengur körf í staðinn en þetta hefur verið ágætis dómur í knattspyrnu en þetta er hins vegar, það var bara að dæma á þetta. Hann fer hann í hann til að brjóta á honum. Það er ekkert svona áframhaldandi leikur. Það er bara villa og þá er leikurinn stoppaður. Það er einfaldlega þannig. 37-34. Og það tekur svolítið að sjá hvernig Baldur Ólafsson kemur inn í þetta hérna. Fannar með frýtt skot, gengur ekki. Beljanski og Brenton Birmingham með sendingu á Jóhann. Njarðvíkingar eitthvað rugl í vörninni á hana. Það er einhverjir sem haldur þessi í svæðisvöld en er ekki alveg klárir hvað vörnin eru. Þetta er náttúrulega fáránlegt skot. Friðrik Stefánsson nær frákastinu. Þetta er að fara með til Baldur og Baldur er hávaxinn og það er ekki svo glatt að skjóta yfir hann. Vel gert til Baldur, heldur hann frá. Og Brynjar Björnsson, þetta er allt of langt færi. Þetta er á 14 metra færi. Þetta er að hafa bæði góða sjón og vera vel minnuður bara til að geta skotið yfir skotum. Býðum nú við. Þetta er nú... Fannar með gott frákast en menn eru ekki að taka góð skot. Já, undanlegur kaflið. Nokkuð mörg léleg skot hjá báðum liðum í röðu. Pálmi
Vel gert hjá Pálma. Villa á Friðrik Stefánsson held ég. Það hans þriðja villa. Það nú ekki gott fyrir Njarðvíkinga og hann fer leið út af. Egill Jónasson kemur inn og fyrir Friðrik sem allt annað en sáttur við þessa villu. Og það geti ekki allir verið sáttir. Nei, og fann ástæðu sérstaklega fyrir nefnaði við okkur að vera ósáttur, en það ágætt að hafa góð samskipti, það líkill áraði. Þetta vel gert hjá Pálma. Hann ígur og að sækja vel að körfunni. Hittur í vítunni, toppmaður. Pálmi Freyr Sigurgeirsson kom með 7 stig. Og þau eru 8 núna. Það skjóta 75% vítum og setur þetta 2 góð víti niður. 37-36. Já, þannig að síðustu mínútur ekki jafn góðar og Björn Ævi stingur næst við, hann var að fyrir höggja á hann. Fín vörn. Beljanski og Brenton. Frábærlega sendingu á Egill Jónasson sem takkar fyrir sig. Gert svo oft, þetta er alveg snilldar hreyfing. Önnur trótan hjá Njarðvíkingum hérna. Beautiful. Friðrik með eina og Egill Jónasson, hann búinn að taka nokkrar í þessari úrslitakeppni, get ég sagt þér. Hann tók 2 eða 3 á lokakaflanum gegn Grindvíkingum í oddaleiknum í undanúrslitum. Það var ótrúlegt að sjá það. Sjáum þetta aftur. Þetta er vel gert. Þetta er verið að hefna fyrir mistök sem Njarðvík taldi þegar Baldur fór mikinn í síðasta leik, að hann fekk það tilbaka. En Pálmi aftur fyrir hann á vítalínuna og það gengur hjá honum. Þú sagði hann skjóta 75% vetur. Það er einhvern sem fór í snæfell. Hann eitthvað bleikonum. Fína nýtingu hérna og komið 10 stig. Fín fyrir áleikur í honum. Geysilega mikilvægt að skora þessari blessuðu vítalínu. Þetta eru ódýr stig og það er oft í jöfnum leikjum sem að þetta er nú hvað mikilvægast. En Beljanski gengur ekki í honum, ekki gengi að velja honum kannski og í undanförnum leikjum. Baldur er búinn að vera núna í 3 mínútur, þetta er fyrst skipti sem að fær boltan. Já. Og hér með svaka hreyfingu. Hann gengur nú ekki gegn Agli sem er nú alveg magnaður þarna undir körfunni. (39-38). Ekki mikið skorað núna þessar mínúturnar. En þeim mun meiri barátta Beljanski þarf naut að koma að því. Hann setti niður sína fyrstu körfu. Hann kom með 3 stig. Skoraði eitt af vítalínuna áðan. 41-38. Innan við 2 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Og Pálmi Sigurgeirsson. Nei, gengur ekki í Brenton. Snöggskot. Veit sjálfur, þetta er ekki skotið sem var búið að teikna upp. 41-38. 1:40 eftir af fyrri hálfleik. Ljómandi, alveg prýðiskemmtun. Prýðiskemmtun, ekki nokkur spurning. Beljanski ætlar hann að fara að komast í gang. Nei, ekki að þessu sinni. Þetta gekk ekki í honum. Pálmi. Káringar ekki að keyra hann alveg eins hratt og þeir gerðu hérna fyrr í leiknum og Fannar missir boltan út af. Fannar einfallega ekki að ná sér strik. En við sjáum enn aftur þegar Egill er inn á að þeir lendi í vandræðum á móti Aklarninni, að þeir eru að reyna eitthvað sem þeir kunni ekki alveg vegna þess að þeir eru búin að sjá það. Hann er að verja eftir skot og þá þurfum við að reyna að fara lengra frá hann með slíkt og þá fara menn í stöður og stellingar sem þeir kunni ekki fullkomlega við. Menn líka halda að þeir geti tekið hann bara á sko aflinu. Hann er skynsamur og hefur farið illa með það. Þetta er toppmaður. En 41-38 og þetta ágætt vörn Pálma fyrst hann komst upp með að þetta nánast villu. 11 sekúndur eftir að skotklukkunni. Og Tjepævi hefur látið lítið fyrir sig fara eftir hérna hann veittist lítilega á ökla. Vill á Tyson. Vill á Tyson Patterson, þetta er hans fyrsta. Það er engin villu vandræðirun. Nei. Svo veit hann kannski helst að hjá Njarðvík. Já, Friðrik er komið 3 ár. Friðrik stundum lenti í villu vandræðum í þessari úrslitakeppni en gríðarlega mikilvægur leikur í þessu Íslandsmeistaraliði Njarðvíkur. Ég bæði á öllum mjögstöðum, mikill baráttuhundur og hefur oft sinnir farið fyrir sinni fylkingu. Brenton og Ævi með 3 stiga skot fyrir ofan í
Þetta er gríðarlega Jeff fallegt hjá Ivey með sína aðra 3 stiga körfu og hann er með 10 stig. Þetta er búin að æfa og teikna marksins þetta er vel gert hjá þeim og Njarðvík komin í svæðisvörn eða búin að vera í einhvern veginn svæðisvörn líki í nokkra stund. Þeir eru ekki allir nokkuð öruggir með þessa vörn. Sóla þarf að komast inn í sóknir. Þetta er mjög skrítur akkurum. Ákveðlega skrítur. Jeff Ivey. Jafnvel þó sendingin hefði gengið, það var Pálm að fá boltan undir körfum við hliðin og Agli og þar gerir hann einfallega ekki mikið við hann. 44-36, 60 munur með að skora hér. Jón Ólafsson, þetta er alveg frábær, hann kom með 15 stig. Þetta er alveg hágæða. Frábær kafli hérna hjá Njarðvíkingum, þeir eru að auka munin en Tyson svarar, vel gert, mikilvægt. Hann er með 11 stig, hann er ekki að bregðast. Já, hann er líka að hitta vel úr skotarinn, hann er búinn að stýra þessu alveg gríðarlega vel, komið 7 stoðsendingar. Hann er með alveg lúksus fyrir hálfleik. Það verður mikilvægt fyrir Njarðvík að skora hér, komast upp í 8 mögulega 9 stig í hálfleik. Þannig að þeir eru að spila og bæði lið eiga mikið hrós skilið fyrir góðan og frábæran fyrirháleik. Brenton, góð vörk hjá Asemi hérna á mótunum. 3 sekúndur. Og klárar þetta ágætlega, gengur ekki. Það er 46-40 fyrir Njarðvíkinga í hálfleik. Þetta sé sanngjarn niðurstaða. Bæði lið að spila mjög vel. Hjá Njarðvík þá eru margir að spila feikkilega vel og Jóhann kannski þeirra fremstur sem Arnar er komið með hér. Já, ég meina ég var lélegur í síðasta leik og úrslitin eru tími sem maður alltaf að bíða eftir og ef maður ekki að standa sig núna þá getur maður bara sleppt þessu. 7 stig í röð þegar að þið náið 14-2 kafla. Það er svona ákveðin vendipunktur í leiknum. Það er ekki vendipunktur í leiknum ennþá sko. Það er fyrri hálfleikur og við ætlum bara að koma brjálæðir í seinni hálfleik. Þið eru ekki búin að vinna þetta? Nei, langt í frá. Við erum á útivelli, besta útivelli landsins og 6 stig yfir er ekki neitt sko. Þetta verður dramatík alveg fram í lokin. Vonandi ekki, vonandi verður búin að klára þetta fyrir lokin. Það er áður en að þetta verður eitthvað tæft en mér er alls saman bara viðvinnum. Takk fyrir að hleypa þér inn í klefa. Yfir til leikar aftur. Arnar, heyrðum hann að Jóhanni Ólafssoni sem er búin að eiga afbragðsleik eins og þetta Njarðvíkurlið en við ætlum nú að taka okkur hérna smá hlið, farið nú ekki langt í að við verðum með eitt og annað hérna í hálfleiknum en staðan í hálfleik í Vesturbænum í öðrum leik úrslitið einvígisins KR 40, Njarðvík 46 og látum þetta gott heita í bili, komum hérna innan örfára mínúta aftur. Þá komum við sælir áhorfendur góðir, þessi unglingur sem eru í hliðina á mér, þessi stóri maður, Einar Bollason. Gríðarlegur KR-ingur. Einar, þú horfir á stigatöfluna, þínir menn eru 60 undir. Sérðu það gerast að þið sé að tapa þessu? Já, þetta er auðvitað ekki nógu gott. En við erum ekki búin að spila nógu vel í fyrri hálfleik og lykilmaður hjá okkur eins og Sóla er búin að vera svo skugginn að sjálfum sér. Henda út af missa eina 5-6 bolta og höfum ekkert fengið frá honum. Þannig að svona, ég er eiginlega mest hissa á hann Njarðvík skuli ekki vera meiri yfir. Þannig að þetta eiginlega nú hjá mér svona smá von þegar að eftir að Benni er búinn að messa yfir þeim í hálfleik og liðið fer að sýna bara hvað þeir geta að þá eigum við bara að geta tekið þetta. Þriðji leikluti var frábær hjá okkur í Njarðvík þannig að spurningi hvort þið komið á sama krafti í þennan til leiks núna. Já, við höfum löngum haldið dálítið mikið upp á þriðja leiklutan. En ef að það þýðir annan eins fjórða leiklut eins og síðust í Njarðvík þá vona ég að það verður nú ekki. En nei, þetta er búið að vera alveg hörkubolti og svona, já, miklu kontaktar. Njarðvík er náttúrulega alveg feiknarlega sterk. Þeir eru Íslandsmeistarar. Ég hef alltaf sagt það, þeir eru búin að vera besta liðið í vetur. Til þess að KR ná að vinna þá þurfum þeir að spila svona 15% yfir eðlilegri getu. Gaman að sjá stráka eins og Jóhann Ólafsson sem kemur dýrvitlaust til starfa í kvöld og fer á hreinlega á kostum. Já, Jóhann er náttúrulega alveg frábær leikmaður. Man sérstaklega eftir þeir voru saman í drengjalandsliðinu, hann og Brynjar hjá okkur sko. Þeir eru náttúrulega alveg stórkostlegir leikmenn. Jóhann er 1 ár eldri og sjá þar framfari sem hafa orðið í honum svona á milli ára. Og það eru fleiri strákar enn í Njarðvíkurliðinu, Guðmundur Jónsson. Að maður eiginlega alltaf því furða að sjá því hvað Njarðvík er að gera með alla þessu útlendinga. Þeir þurfi ekkert á þeim að halda. Þeir eiga strákar sem eru bara betri. En svona áður en sleppir reiknar með því svona í fullandi alvöru að þið fáið annað tækifæri hér í þessu húsi? Já, ég held að það er hljóta að vera.
KR hjartað rosalega sterkt. Það verður þá bara að sparka raskat á þessu strákum eða þau get ekki hifjað upp þessu buxurnar, hissið upp þessu buxurnar og sýnt almennilega KR anda. Við töpum ekki hér í KR heimil, það kemur bara ekkert að greina. Þetta var skorilega maður, þakka fyrir Einar Bollason, yfir til þín Hörður. Já, takk fyrir þetta. Gaman að heyra þarna í Einari Bollasinni. Mikla höfðingja. En sjáum við þann flest stigaðustu leikmenn hérna og þar Jóhann Ólafsson með 15 með yfir 60% skotnýtingu. Jeff Ivey 10, Brenton Birmingham 9, Friðrik Stefánsson og með 5 en Tyson Patterson með 11 stig. Hann er að leika ágætlega með góða nýtingu og síðan Pálmi Sigurgeirsson með 10 stig. Hvað hefur svona þennan fyrri hálfleika að segja, Svali, ef við tökum þetta svona aðeins? Já, ég held að Tyson Patterson spila vel, hann er með 6 stóðsendingar líka sem er náttúrulega mjög og fína skotnýtingu. Hins vegar hjá KR-ingum það er náttúrulega Sóla að koma betur í nýtt og Fannar þarf að gera meira. Hann er með 1 af 7 í skotum sem er ekki nægilega gott og var að brenna í kjörfæri. Og svo þarna fleiri eins og Brynjar sem er búin að taka 3 þriggjarstegskot og ekki hitta. KR-ingarnir með 1 þrist í 8 skotum, þannig að þeir, eins og Einar sagði réttilega og ég nú bara ekki nægilega mikla þekking á þessu eins og Einar til að meta hvort sé 15% yfir eðlileg getu eða 20 en ég treysti Einari hér eftir sem hingað til. Þannig að 1-8 og hérna sjáum við kannski samantekt tölfræðinnar en það sem er kannski áhugavert í þessu er að KR er að skora 16 stig úr hraðahlauplum af þessum 40 og aðeins 9 inn í teig á meðan Njarðvík er að skora 4 stig úr hraðahlauplum og 18 inn í teig. Þessi hraðin leikur KR-inga og þar var Pálmi og fleiri sem voru að leiða þar undir forystu Tyson Patterson en þeir þurfa að fá meira úr þegar þeir þurfa að setja upp í sóknum og þeir þurfa að spila klárlega sinn allra besta hálfleik á tímabilinu hér til að vinna mjög sterkt Njarðvíkurlið. Þeir eru að skora 4 af 10 í þristum, Friðrik með 5 sóknarfrákast og 5 stig þannig að það eru margir og þessi stórleikur Jóhanns í fyrri hálfleik. Það sem er alveg hjá Njarðvík er að Jeff Ivey hann var að stinga við. Spurning hvort þeir ná að plástra hann og setja einhvern sniðan plástur þar á. Já, við ætlum að setja boltan til Arnars Björnssonar aftur. Já, komið sælir félagar, ég er komið með Böðvar Guðjónsson, formann körfuknattleiksdeildarinnar. Böðvar, það lítur ekki alltaf vel út hjá ykkur? Þetta er bara hálfleikur, ég er alveg viss að okkar menn þurfa að fara á rönn núna og klára leikinn því að við viljum öll fá seríuna 1-1. Það var ekkert hugulegt að fara 2-0 undir í Njarðvík á laugardaginn, þannig að mín spá er 1-1 eftir þennan leik í kvöld. Þið voru að kynna nýtt kort, KR-kortið í gær. Segðu mér eitthvað frá þessu. KR-kortið er sem sagt samstarfsverkefni KR og Landsbankans. Þetta er kreditkort. Við erum með fjöldanallan af samstarfsaðilum, það er að segja fyrirtæki og þjónustuaðilar. Korthafi fær afslátt fyrir að nota KR-kortið og félagið sjálf fær afslátt, sem sagt fær tekjur á móti. Þannig að í rauninni erum við að enn frekar að styrkja þessar stoðir í félaginu. Þannig að korthafinn og félagið hagnast og í öðru lagi þá er þetta líka félagskort. Það er að segja, ef þú ert með KR-kortið, þá er þetta að segja ég er KR-ingur og 30.000 mann sem eru KR-ingar eitthvað? Já, þeir segja nú 40.000, ég vil nú meina þessu miklu fleiri. Þannig að þetta er svona eins og við köllum identity kort fyrir KR-inga. Hvað er reiknið með því að svona samningur geti skilað ykkur á ári? Það er mjög góð spurning, ég þori ekki að tippa á einhver ákveðna tölu en ég veit að KR-ingar eru að taka mjög vel í það að sækja þetta kort og fá þetta kort því að þeir eru, fyrsta lagi þá eru þeir að fá afsláttið sjálfir og svo eru við enn frekar að styrkja stoðir okkar ágætas félags. Skilar þetta manninum heim stoði sem er KR-ingur vill fara á leikina í annarkvöld í körfunni eða í fótboltanum, hefur hann einhvern hagað þessu þannig? Já, við erum náttúrulega með inn í þessu korti, þá er í fyrsta lagi innganga inn í KR-klúbbin í fótboltan, innganga inn í KR-klúbbin hérna hjá körfunni sem heitir Sjötti maðurinn og inn í því eru ársmiðar og svo framvegis. En hvað rekstur deildarinnar? Hvernig gengur að halda út í svona starfsemi öflugri deild eins og ykkar? Þetta er náttúrulega alltaf sama baráttan, slagsmál og annað en með viljan af vopni þá er allt hægt og við viljum okkar veg félag sem mestan þannig að það eru allir að leggjast á eitt í að gera hlutina í lagi, umgjörðana sem besta og svo framvegis. Já, það hrós ykkur fyrir frábært starfið vetur, haldið þessu áfram. Takk kærlega fyrir það. Skiptum yfir til ykkar, Hörður og Svali. Já, takk fyrir þetta. Styttist í síðara hálfleikinn hér í DHL-deildinni í höllinni í Vesturbænum. Þetta er ekki fyrst skipti held ég í kvöld sem ég segi þetta en DHL-höllin hérna tróðfull í Vesturbænum 46-40 og það er spenningu fyrir þennan síðari hálfleik. Njarðvíkingar spiluðu allnokkuð vel
í kerfunum ganga vel hjá þeim og þeir voru að fá þessi stigin í teig sem þeir vildu. Þeir voru að vinna sóknarfrákastar einvið 9-5. Þannig að flest gekk upp svona í þeirra þætti. En þeir þurfa eins og að fá kannski Friðrik Stefánsson til að vera vandverkari undir törfu. En svo þurfa fleiri að fara að skora hérna Jóhann. Þetta verða alveg svakalegar mínútur hérna í síðari hálfleik og allt undir hjá KR-ingum og gríðarlega mikilvægt fyrir Njarðvík að halda þessari stöðu sem þeir eru í. En þeir eru í kjöraðstöðu, þeir eru á réttum stað þar sem þeir vildu verið í hálfleik. KR-ingar byrja hérna. Fannar. Friðrik Stefánsson byrjar út af með 3 vítur. Og Pálmi í sínu uppáhaldskoti kannski. Þarna fær hann nægan tíma í 3 stiga skot og setur hann niður með ljúfri hreyningu. Þetta er vel gert hjá KR og mikilvægt fyrir þá. 13 stig frá Pálma. Pálmi búinn að spila vel, var grimmur og ákveðinn í fyrri hálfleik þegar hann keyrði að körfunni og gerði þetta vel. Það var Tjebævi og Jóhann. Sjáum við hérna og Egill. Friðrik Stefánsson á bekknum, hann er með 3 villur. Egill hefur verið að spila vel þannig að Fannar tökur þetta frákast, sitt 5. frákast. Og Pálmi aftur! Nákvæmlega það sem þurfti. Hann er galopinn aftur og fær þann tíma sem hann þarf til að taka þetta 3 stiga skot og þá er hann feikilega vandvirkur og setur þetta jafnaði niður. 2 góð 3 stiga skot í honum. En þetta náttúrulega geta menn ekki leitt brent á Birmingham að gera. Hann aftur sjá þess að yfirvöðum, þess að ró sem hvílir yfir drengnum þegar hann keyrir á körfunni. Valsar hann í gegn og skorar. Tapaði bolti Tyson Patterson. Þetta voru KR-ingar með 1 af 8 í 3 stiga skotum í fyrri hálfleik og það er að Brynjar 0-3 en hér setur Pálminu 2 snögg 3 stig. Og Beljanski. Fín vörn hjá Sóla. Hann átti ekki góðan fyrri hálfleik en þessi maður átti hins vegar. Fannar en Egill fær hann að auðvelt skot. Óhefnir þetta kannski KR-ingar. Egill er mjög góð innkomin, sérstaklega í vörninni. Hér kjör hann með stig. Þetta er alltaf mikilvægt. Og Jeremiah Sola með þrist, gengur ekki hjá Jeremiah Sola. Og Brenton. Og fær villuna. Það held ég að örugglega verið Pálmi og þá er hann að fá sína 3. villu. Pálmi Sigurgeirsson sem hefur nú verið... Þetta er vill á Brynjar. Nei, það er Brynjar, ja. Brynjar hefur ekki skorað nema 1 korfu og látið lítið á sér kræla. Hann spilaði tæpa 14 mínútur í fyrri hálfleik og aðeins 2 stig. En vitum eins og að þar fer stórgóður leikmaður. Drengur sem getur smollið í gír og gang. Þannig að hann er stöðu ógnum. Brenton skorur á fyrra vítinu. Brenton 78% vítaskipta. Skora 14,2 stig í úrslitakeppninni. Líkar á setna, hann er með 12 stig í kvöld. Það var Tyson. Og Pálmi. Það þurfa fleiri en Tyson og Pálmi að fara að láta til sín taka í sóknarleik KR-inga. Það er nú bara ekki flóknar það. Vill af Egill. 3. villan á Egill. Þetta sækir Pálmi. Þá Pálmi og Tyson. Tekur hérna 3 stiga skot. Gengur ekki og Brenton Birmingham með frákastið. Tyson er mjög öruggur að færa með kannski 1-2 metra fyrir innan 3 stiga línuna. Sjáðu Tjebævi hérna. Tekur með vinstri. Tyson fannst hann íta frá sér. Poison Ivy. Eitraði Ivy hérna. Drengur sem kom til KFÍ spilaði með Fjölni og núna hans annað tímabil með Njarðvík. Vann Íslandsmeistaratitil í fyrra með þeim. Drengur sem kann vel íslenskan leik og smellur vel inn í þetta ágæta Njarðvíkunni. Setur þetta niður Tjebævi. Það er með 85% vítanýtingu. 17 stig í úrslitakeppninni, 19,5 í deildakeppninni. Nokkuð stöður og jafn. Já, setur þetta niður. Komir með 12 stig. KR jafnaði 46-46. Njarðvíkingar eru bara skrifin og 7 stig í röð frá Njarðvík. Það er bara svona, það er hestlumunur. Brynjar Björnsson. Villa á Egill. Þetta er 4. villa. 4. villan og þetta er algjör óþarfi. Þá kemur Friðrik Stefánsson með... Hvað viltu segja um þetta svolítið? Har rétt eða? Já, þetta er snerting en hins vegar hafa það verið að sleppa svona snertinga til. En það sem dómararnir væntanlega rætti hægleik að setja nokkuð ákveðna línu hér. Þeir vilja ekki leysa þetta upp í einhvern galsa.
En þeir hafa staðið sig með ágættum dómarinn, enda hlutur þeir ekki, já þeir eru öðvöld, þetta gaman að dæma svona skemmtilega leik. Það var syndið vel. Sóla hefur ekki sett hann niður. Það eins og vonandi fyrir hann að toppstikið sé komið á réttan stað. Já, hann verður svolítið að halda áfram. Það fór ómikil orka í fyrri hálfleik við að hrista höfuðið. Það þýðir ekki að hengja haus, gengur ekki. Friðrik Stefánsson gengur ekki á honum. Þetta vantar líkt í vinstri hendina hjá... Og Pálma, hvað þetta Pálmi bara að taka skotið, já. Þetta vel gert hjá Sóla, gengur ekki að klára þetta. Þeir eru trekk í trekk að klúra þessu. Þeir eru svona stífa varnir og mikið kraftvægt í varnir, en það er alveg ljóst að Sóla verður að finna taktir í sókninni til að KR einhverja möguleiki. Frísendi ekki á Brenton, vel gert þarna Friðrik Stefánsson á Beljanski. 5 stig frá honum. Þriðja stóðsendingin hjá Friðrik. 9 stiga munur. Þetta er frábærlega gert. Þetta er mjög vel gert. Þennan leik höfum við líka oft sinni séð að þessi tveir ágætu félagar, Sóla og Fannar, að spila svipaðan leik og Ígor og Friðrik hinum einn. Tveir stóri strákar sem kunna leika sér. Engin villa þarna og Fannar. Og Fannar Ólafs, hann gerir þetta bara sjálfur. 8 stig frá honum. 50. Fannar aðeins með 1 af 7 í skotum í fyrri hálfleik. Ósáttur við sitt hlutskipti. En er búinn að koma með 2 góða körfur hér. Kemur sinni í 5 stig. Tjepævi, góð vörð hjá Pattisson, en hendur vill á hann og þetta er hans þriðja villa. 2 villur hér í seinni hálfleik. Ævi hérna klókur. Ævi sækir þessa villu. Og Ansemi kemur inn á fyrir Brynjar. Ansemi með ágæta innkomu í fyrri hálfleik með 5 stig og kannski eitthvað meira. Já, 3 frákost, það var að gera ljómandi vel. Og miklu meira heldur en að fengið eins og í síðasta leik, þar sem var nánast ekkert að gerast. Tjepævi eins og við sáum á, hann er vandvirkur vítarmaður mjög. 85% skipta. Og þetta eru mólar sem þurfa að falla fyrir góð lið. Sjáum hérna Auðar Blöndal í, það sé ekki KR megin. Hann er nú frá Sauðárkróki, sá ágæti piltur. Þetta gekk ekki hérna hjá seinna skotinu. 56-50. Já, Jeremiah Sóla. Nei, það gengur bara ekkert hjá Jeremiah Sóla. Það bara gengur ekkert hjá honum. Hann er með 1 af 6 í skotum. En þess að mikilvægt fyrir hann að láta þá leikinn koma til sín, að fá eitthvað opið færi í staðinn fyrir að fara að þrönga upp erfiðskot. Og Beljanski, nei, það var ekki gengið sem skildi hjá honum með Friðrik Stefánsson. Fannar Ólafsson að fá sína 4. villu. Hann er að fá sína 4. villu, Fannar Ólafsson hérna, og er undanvonað með, sjálfan sig vantilega, en þetta var ekki kannski það allra besta sem hann gæti gert í þessari stöðu eða hvað Svali. Já, hann fer með skrokkin í hann þetta, þess að þeim verið að dæma, hann slegir ekki höndin á honum, hann fer bara fullt miklum kraft í þetta. En þetta er eins og frábær leikur upp og niður hérna hjá Ígor og Friðrik, að þeir sprengju vörnina og koma ekki mjög gott færi. Hugguðu þetta víti á Friðrik. En þetta er náttúrulega mjög alvarlegt mál hjá KR-liðinu að Fannar sé að fá sína 4. villu hér, væntanlega er að tekin út af, eins og Fannar er það mikill kallsmaður að hann fer sjálfnast mjög gætilega í villum. Og núna er þessar klöfvillu sem hann fékk í fyrri hálfleik klokkur dýrar og þær telja svona þeir upp í staði. Þetta er náttúrulega bara baráttu villa og menn vilja ekki láta stóra strákinn í hinni liðinu vera að skora yfir sig undir þeim. Það er fyrstu villurnar voru ansi ódýrar. Pálmi hérna með 3 stiga skot, gengur! Hann þriðja í þessu fjórðleik. Hann er búinn að skora 3 hérna. Komið 19 stig og hann er að halda KR-ingum hérna við efnið. Já, mjög góð leikur og þetta er náttúrulega oft sinni séð að góð lið. Þá er einhver eitt sem skara fram úr. Við sáum það í fyrri hálfleik hjá Njarðvíkurliðinu að Jóhann var að skora þar 15 stig. Þeir missa boltan og Jeremiah Sóla ætlar að gera þetta sjálfur eða hvað. Þetta er vill á Brenton. Já, Brenton Birmingham. En þarna er eins og það sjáum við kannski í fyrsta skiptið að KR hraðupphlaupið er ekki nægilega skipulagt og Sóla fyrir að bera boltan upp allur sjálfur í staðinn fyrir að láta Tyson bera boltan upp sem hefur gefið ofboðslega góð raun og í fyrri hálfleik ef við ítrekkað hann skoraði 16 stig í hraðupphlaupið á móti aðeins 4 hjá Njarðvík.
Tyson, þetta var svolítið erfitt fyrir hann og þarna finnst mér menn ætla að gera þetta bara á eigin spýtur eins og við sáum hérna á Sola rétt á hann og svo... Þeir eru ekki að finna svör við þessari sterku vörn hjá þeir þurfa að setja upp á móti þessari vörn, þá þetta mjög þungt hjá þeim. Beljanski inn og Friðrik Stefánsson og Pálmi Sigurgeirsson að fá sína fjórðu villu. Nei, sína þriðju vantarlega. Þetta frábær sóknarleikur á Njarðvík. Já, einstaklega gott. Ég held að Sigurgeirsson, Pálmi með sína þriðju villu. Þetta er öflugur leikur Íslandsmeistarana hérna í Vesturbænum. Þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt og... Í eitthvað sem þið náðu ekki að gera eins og í einvíðum mútið Grindavík, þar sem þið náðu ekki að nota þessa stóru stráka, þá sér í lagi kannski í nokkrum leikjum eins og í Grindavík. En þeir í þessum leik hérna þeir að nota þetta tvíeyki, þar að segja Ígor og Friðrik Stefánsson mjög vel og opna körfuna og í fyrri hálfleik skoruðu 18 stigin í teig af 46 stigum. Það gríðarlegt. Já, Friðrik komið það með 8 stig. Það komið í 9 stig. Það hitt hann ekki bara á öðru skotinu. Jó, komið 8 stig. 59-53, Káringar hérna í sókn. Asemi. Og þetta gerir hann vel út af Asemi. Hann að koma hérna með mikilvæg stig. Minkar þetta niður í 4 stig. Það afar mikilvægt fyrir KL að smetla Sola í samband. Drengurinn þessi mikilvægi sóknarleikmaður hjá þeim. Hann hefur ekki verið að skila því sóknarhlutverki. Jeff Ivey, sjáu þetta. Ofsalega huggulegt. Þeir þetta fljóðlíka þegar hann smetlir í netinu. Það bara sús. 15 stig frá honum og hann komið með 3 þriggjastigakorur. Tyson Patterson svarar þessu. Nei, ekki alveg. Og hvað núna? Það eitthvað reiki með... Það ekki öryggið. Bollið á nöttinn. Og það KR. Já, þeir tóku sér góðan tíma í þetta og komumst að þessari niðurstöðum. 62-55, Guðmundur Jónsson að koma hérna inn á. Benedikt, þjálfara KR hafi gert mjög vel með þetta lið. Þjálfara á Fjölni og í Grindavík og á KR. Svo með mikla reynslu. Og Sola út af Pálma, hættu við skotið og Asemi stígur á. Steig hérna á þriggjastiga línuna. Þetta er Pálmi bara að taka skotið. Þetta er stæðar ágætt. Pálmi var... Pálmi geta tekið skotið réttilega líka en Asemi hafði einfallega meiri tíma og það var ágætlega skipulega sóknir. Benedikt er búinn að biðja leikhlé. Hann er ekki sáttur alveg með þetta. Og Beljanski út á Guðmund. Hann lítið eftir að skotklukkunni. Hún rennur út væntanlega. Nei, Friðrik. Fín vörn hjá KR að þeir að þvinga því mjög erfitt skot hann í lokin. Benedikt Guðmundsson var búinn að biðja leikhlé þannig að það kemur hér. 2.54 eftir að þriðja leiklunda, 62-55 fyrir Njarðvíkinga. Staðan í hálfleik 46-40, þannig að Njarðvíkinga var haldið í forskoti, KR jafnaði 46-46 og síðan komum við Njarðvíkinga strax upp í 7 stig og erum að halda því forskoti og hér er staðan 62-55, heyrim í Benedikt. Dari is gonna take Brentford. Dari, if you be the 3 men on offense, 4 men on defense. Dari, hann inn í sókninni. Að skipta. Tekur skipta. Tekur síðan Brentford í vörðinu. Klári! Það vantar ekki sönginn á... Nei, það er greinilegt að þeirra fengið sér söngolíu í hálfleik og stitt kórn upp á nýtt. Þeir eru búin að setja bassan aftar og þetta er freikilega vel skipulaði kórn. Það er ótal sálmar sem þeir eru að taka hérna. Misfalli er að vísu en flestir ágætlega sungnir. Spurning hvort er þetta að gefa þetta út á plötu. En 2.54 eftir að þessum þriðja leiklunda og það stendur í æsilegar loka mínútur. Það er nóg eftir þessum leik hins vegar. Hann er staðrendin í þessu. Hér er Tyson. Hann verður eins og að klára þetta. Hann er feikilega falleg hreyfing og vel gert hjá honum. Hún er að skýla boltanum vel en hann þarf eins og að klára þetta. Þetta er opið færir og svona snjall leikmaður á að klára þetta með vinstri mjúkri í henn. Hann er ekki náða að skora hérna í þriðja leikluta. Góð sending á Friðriki Stefánssoni á Brenton en þetta gekk ekki alveg. Benni var að tala um að Dari er að fara á Brenton. Dari þarna og Asemi. Þetta var Asemi búinn að skjóta áður en hann fékk boltan. Það er yfirleitt ekki gæfumerki.
Fannar ennþá inn á með 4 villur. Hvernig tekur sénsinn á því? Já. Fannar verður bara að gæta sín. Og hér já, þetta var vel gert og það var náttúrulega aldrei séns að dómarinn færi að dæma sóknarvillu á Fannar. En Ígor var að reyna að fiska hann þetta. Þetta var svo augljóst sko það. Fara með hann í landhelgi og reyna að grípa hann. 62-57, 5 stiga munur. Brenton gerir hérna frábærlega en Ígor klikkar á auðvöldu skotu. Ígor og Fannar hérna með einhver læti. Guðmundur brýtur af sér. Já. Halldór Karlsson að koma inn á hérna fyrir Friðrik Stefánsson sem að með 3 villur. Sjáum við þetta hérna aftur. Já. Fannar eitthvað að segja út af rakstöðu Ígor sýnist mér og böndanum á að standa nær rakvölinu næst. Jæja, Fannar gengur ekki, Beljanski og Asemi. Það er alveg rétt. Jæja, fær sína aðra villu. Káringar virðast ekki ná að komast upp að svona, virðast lenda í einhverjum, lenda bara á vegg. Þetta er alltaf feikilega sterkur, gleymið því ekki. Þetta er 2 metra múr sem tattur en verðeikum. Við erum með Jeff Ivey, við erum með Brenton sem eru mjög sterkir og öflugir varnarmenn. Og svo eru það að vera skipt eins og Friðrik og Ígor og Egill. Þannig að þetta er klárlega allra sterkasta vörn landsins. Káringar geta ekki kvartað yfir stuðningi. Nei, þeir hafa staðið sér vel. Áranda, það er nokkuð ljóst. Og það er það nákvæmlega sem lið þurfa, bæði þeirra vel gengur og líka þeirra aðeins á móti blæsinu hér. Þeir eru eins og aðeins 5 stigum undir og það er ekkert til að hafa miklar áhyggjur af. Beljanski, hann klikkar á báðum og Fannar nær frákvæmstunum. Og þessi víti lítu einfallega illa út, 65% skipta, en þessi víti voru ekki huglega. Tyson út af Fannar og Darri Hilmarsson, hann hefur enn ekki náð að skora. Pálmi Sigurgeirsson, stigasti leikmaður Káringa. Hann tekur skotið, 3 stiga langt frá. Þetta er ekki hans getubók, þetta er hann að reyna eitthvað sem hann ræður ekki fyrsta Sjáuði Fannar Ólafsson og Pálmi. En Káringar fá 3. tækifæri núna. Og þeir voru næstum búin að klúra því. 2 sóknarfrákvæmd, þau eru mikilvæg, þau heitir ekki betur þetta. En það sem vantur við KR er þessir ágætu eða frábæru ungu leikmenn Darri og Brynjar. Og þeir hafa ekki fundið taktinn í sókninni og það skiptir bara máli þegar svona mikið undir. Allir sé að leggja eitthvað í pókan. Það er ekkert grín að spila á móti þessari Njarðvíkur vörn. Þetta er alveg bara lafrættur við Ígor. Þetta er rosaleg vörn. Það er bara hannig. Grimm og en þá lítið af öðrum skotum. Það er Jeff Ivey! Gengur ekki. Þetta er mjög erfið skot fram á vörn Tyson. Það er 10 sekundar munur á skot og leikklukku þannig að Njarðvíkur fá skot. Það kann við boltan aftur. Hér er dæmt villa á hvað? Á hvern? Á Ígor Beljanski. Það er ekki myndið að hér að vera gagnrýna dómara mikið og mjög veist að hvorki gæðurinn niður til upphæðar en þetta er eins og er ekki rétti dómar. Það er Tyson Patterson sem býtir þessa snertingu og skapar hana. Þannig að það er frá því sjónvarnir sem við sáum. Það er bara lykill að góðri dómgjöf. Það er að dæma með dóm vitlausam og halda svo áfram og sömu braut og vera hingað til. Þannig heildina var góð dómgjöfla hjá þessum 2 fögru dómurum. En skulum ekki gleyma því að Káringar þeir hafa sýnt ótrúlega seiglu í þessari úrslitakeppni og þó séu hérna nokkrum stigum undir að það segir ekki neitt. Minkarnir í 4 stig núna hérna. Tyson Patterson 67% skipta sem er nú frekar lélegt fyrir svona góðan skotmann. En hann er búinn að spila hana leik mjög vel. Stýrt hraða leiksins ágætlega og stýrt hraðaupplifunum Káringar mjög vel. Gengur ekki í seinna skotið 62, 58, 4 stiga munur á Njarðvíkingar. Væntanlega með síðasta skotið það eru 2 sekúndur á milli hérna skot og leikklukku þannig að það er nú hæpið að Káringar fá boltan aftur. Frábær vörn hjá Tyson Patterson. Og Jeff Ivey með erfitt skot. Sjáum við hérna baráttuna hérna undir og Njarðvíkingar. Þetta klárast hérna en
Þetta er frábær vörn og Tyson Patterson. Þetta er til eftirbreytni. Þetta er alveg feikilega vel gert hjá hann. En það er einn leikluti eftir og þá náðu KR-ingar að minnka þetta niður 2 stig. Það voru 6 stigum undir í hálfleik og Kórinn er kátur sem aldrei fyrr. Þannig að þeir virðast alltaf haldið út í 40 mínútur. Það er alltaf skiptið máli fyrir svona kór. Það toppar upp tíma. Ekki nokkuð spurning. Mix those 3. Not the same one twice in a row. You start with horn. 4 next time. 5. Já, við sjáum þetta borgarskotið. Þetta var Ísfjari, Æsland Express með þetta skemmtilega leik sem áður að fá að taka þátt og það er núna 3 stiga línni. Þetta er ferð til Alicante en hún tekur ekki út. En 62-58. En ef við förum aðeins yfir KL þá er Pálmi komið 19 stig, frábær leikur honum og 6 fráköst. Eins og að Brynjar aðeins með 2 stig. Og það þarf meira frá honum, Fannar með 10 stig og 8 frákvöld, fínn seinni hálfleikur hjá honum. En hann er með 4 villur á bakkinu og Tyson Patterson með 12 stig. Það er ekki skoraði bara 2 stig í þessu fjórðung, en 8 stóðsendingar, 3 villur. En það eru fleiri eins og Sola sem við mögumst eftir honum áður, hann er bara með 4 stig. Þetta er 20 stiga maður. En hinum meginn þá Jóhann sem er með 15 stig hálfleik hefur ekki skorað, Brenton með 12. Og Jeff Ivey með 16, en þetta, núna er þetta bara allt undir, þetta eru gríðarlega mikilvæga mínútur hér framöndan hjá KR. Það er afar erfitt fyrir að fara í stöðunni 2-0 til Njarðvíkur. 4. og 7. leikluti er hafinn þegar dæmdur vill á Edmund Asemi, sýnist mér hans 3. Edmundur kom með 7 stig, 5 fráköst, ágætis brettur í honum. Hér er Jóhann Ólafsson, góður, Fannar truflaði hann þarna, en dæmt villa á Darra, held ég. Stuðist með KR-inga að setja hérna erfingu tóninni í ánættamöndunum, en þetta var frábærlega gert. Ofsalega vel gert hjá Brenton. Hann fer í gegn eins og við séð áður og það kom ekki liðið við hann. Þetta er svo eitthvað fyrir þetta lítið, virðist þér það? Alveg gríðarlega. Og hann var áður að stökkva miklu meiri læti í honum, nú 35 ára gamall, fer hann þetta á reynslunni og alveg feikileg skottækni og jafnvægi. Þetta er vel gert hjá Darra Hilmarsinni. Hann er að skora sína fyrstu kurvu. 64-60. Þeir þurfa stig frá honum. Auðvitað erum við að gera mikla kröfu til þessar drengir eins og Darra og Brynjar, en þeir eru einhverja frábæri körfuboltamenn og við eigum að gera kröfur á hann. Þetta er nú einn sem að ekki gengið eins vel í síðan ári. Það eru 3 skot í röð frá honum sem ekki hafa gengið. Pálmi. Og KR-ingar heppnir þegar að fá boltan aftur. Fín bara það. 64-60. Geta mikkað þetta niður í 1 stig með 3 stiga körfum. Tyson Patterson fer upp. Gengur ekki á Tyson. Þú séð þetta einu sinni til þess að... Kjörifæri. Þetta er annað sniðskoti sem gengur auðvitað. Það er hann að beigja af leið, en það er ekki alveg menni. Þetta er skref. Þetta eru skref. Jeff Ivey. Jeff Ivey og Jóhann Ólafsson með 15 stig fyrir Njarðvíkinga í þessum leik. Brenton með 14, en Jóhann hefur ekki skorað síðan í öðrum leikluta. Þetta er tapar boltan hjá Jeff Ivey í þessum leik. Þar er með 3 stiga skot, gengur ekki. En Njarðvík aðeins búin að tapa boltanum 5 sinnum á 30 leikningu, það er mjög gott. Manni finnst eins og þetta skot, þetta er svona hálfgerð svona, ég veit ekki, hálfgerð neyðarskot. Það sem gerist þegar vörðin er svona sterk á Njarðvík, þá færði ekki skot út af þeim fléttum sem þú búin að setja upp. Og það verður einfalda að taka það sem það er aldrei neitt galopið. Þetta tekur halvopið skot. Það er ekki sett að Fannar er enn inn á með 4 villur. Og Friðrik Stefánsson! Þetta er farið á bilmundskrafti. Hann munnaði sáralösa að hann tók eina svona tróðslu í fyrri hálfleik og það var svakalegt. Já, þetta hefur verið trukkatróð. Þetta er... Sjáum við hérna nægur tími, já, Skarphéðinni gengur ekki. Skarphéðin fekk galopið 3 stiga skot líka þetta verða að minna að... Í 45 gráðu horni í fyrri hálfleik, ekki. Hann þyrfti að fara slá sér sterkar við. Sjáum við Brenton hérna á Friðrik Stefánsson og Fannar bara fór frá honum. Skandi ekki annað. Mjög vel gert að Friðrik að keyra bara fullum kraft á Fannar.
10 stig. Baldur kom inn í KL í fyrirleik eftir frábæra leik síðast, eða ágætt innkomu, 6 stig. En það virkaði nokkuð þungur og sinn. Það er Fannafær villur hér, það er aðeins erfitt fyrir Baldur Ólafsson að koma inn á og reyna að slá í gegn. Vel gert af Skarphéðini. Já, hann með 6 stig, 62, 66. En 4 stig. Já. Miðið möguleiki, þetta er galopið. Og ótrúlega að, já, þetta hefur haldið svona meira eða minna. Núna í langan tíma. Friðrik Stefánsson, hann keyrir á Fannar núna. Og hér er villa dæmt á Skarphéðin. Friðrik, það er runnið á hann svokallar trónæði sem einkennist á því að menn hérna sjá bara einn möguleika til að skoða, þannig að það er að reyna að tróða. Þetta er skemmtilegt æði. Fannst það svo rosalega gaman þetta í fyrirleika. Hann langar til að upplifa þetta aftur. Áttaði sig á þessum ágæta möguleika. Það er þetta að gera fyrir hann að keyra á Fannar. Alveg klárlega. Hann veit að Fannar þarf að fara gætilega og Fannar er ekki að taka henni áhættu með að taka ruðning. En hann veit á sama tíma að Fannar er mikill skarp og keppnismaður og það pirrar Fannar ekkert meira hægt að láta tróða við sig. Já, 5 stiga munum núna. Friðrik Stefánsson með 11 stig og þurfum þetta frákvæmstum eins og venjulega. Hér er Darri með 3 stiga skot. Gengur ekki Tyson en Njarðvíkingar fá boltann mikilvægt. Þetta er svona vel útfært skot sókn á KR-ingum en þeir eru ekki hitt úr 3 stiga skotinu fyrir utan Pálma. Pálmi situr á bekknum núna. Það er Guðmundur Jónsson. Vinn á Friðrik Stefánsson. Og sjáu þið hérna bein eftir Jón Ólafssoni. Frábær karfa. Þetta er gríðarlega ekki Óan gerir þetta mjög vel að keyra fyrir fram á varnarmanninn og sama tíma Friðrik. Og þetta er svona eyrnasending, hann gerir þetta gríðarlega vel Friðrik að finna félagið. Friðrik er ekki bara frákvæmtari og ókvældur, hann sér svona hluti líka og þetta var einstaklega vel gert hjá honum. Þá vaknar Njarðvíkurkórinn, hann hefur verið í læg. Þeir eru framan af þessu kvöldi. Þeir eru vanir svo mikið í velgengni maður, þeir fara ekki að öskra fyrir bara í loka leiknum. So we got Tyson. Skarpi, þú tekur hann á umferð. Þú tekur tjeppara. Tyson út af? Nei, hann er uppi. You and Talia. Fannar and Tjeppar down. Í seinni hálfleik, hann er komið með 17 stig og er stigastur Njarðvíkinga. Svo ég grípi fram í fyrir sjálfara KR-inga sem er hérna að reyna að stappa stálinn í sína menn. En já, Njarðvík, þetta er náttúrulega með gríðarlega mikla hefð, körfuboltahefð og Ómar og fáa Íslandsmeistara titla. Og það er ekki bara að vinna titilin heldur, það er ekki saman hvernig það er gert. Slíkur er metnaðurinn og það er stíll yfir þessu liði og mikil hefð. 69-62, 7 stiga munur. Og þeir eru eins og það er alls ekki búin að vinna þann titil sem er í boði í ár. Það er mikið eftir bæða þessum leik og einvíðinu öllu. Nú þarf Sóla. Hann hefur hér 6 og 14 til að koma sér að kraftin í þennan leik. Það verður erfitt fyrir KR-inga að lenda 2-0 undir og þá geta Njarðvíkingar klárað þetta á laugardaginn. En ekki Fannar Ólafsson gerir svona meira af þessu í leiknum. Fannar komið 12 stig og 10 fráköst. Þetta var einn skrítnasta skot sem ég séð á þessu tímabili. Þetta er afar furðulega ákvörðun að skjóta þarna í skjöldu. Tyson Patterson vel gert hjá honum. Þetta er beautiful! Þetta er algjörlega beautiful. Þetta var nú bara sko... Ég reyni þetta ekki heima. Þetta er stórhættulegt. Það er fjöldin mann að fara úr axlarlið. Þetta er frábærlega ekki. En það er þetta að sjá þess að hverfa aftur og sín pluss og eftir. Þetta er frábærlega ekki. Aftur stórskýrkið sko. Já, er eitthvað núna að gliðna hjá Njarðvíkingum. 69-66. Hér er menn staðnir upp. Og Sóla. Nei. Þetta er fínt fyrir hann að fá vítaskot. Já, fara vítaskot. Hann er bara með 4 stig. Að finna út úr því að það er ennþá gata á þessar ágætu körfu. Hann er búinn að taka 3 þriggjastaskot, ekkert gengið. Sjáum þetta aftur. Sjáum þetta aftur það. Þetta er alveg svakalega huggulegt. Tyson Patterson, þetta gerði hann einstaklega vel. 14 stig frá honum. Og 8 stóðsendingar. Hann er Sóla. Settur þetta niður, toppmál. Nú er það bara 2 stiga leikur. Sóla sem er að skora 18,8 stig í vetur. Þetta er hans 15 stig í svona mikilvæguleik. Það vantar hans mikið þetta og þetta er drengur sem þeir þurfa meira frá. Samt er KR ennþá inn í leiknum.
Ég heldur betur, 2 stig. En lágsíðinni voru yfir, ég held að það hefði verið bara 32-30. Það var í örstuttan tíma. Þetta er Jeff Ivey með svona ódýra eftirhermu að þessari körfu hjá Tyson á hann. Já, ég held að Káringar þeir halda boltanum hér. Jájá, 69, 67, 4, 58 eftir. Og 4, 57. Fannar er ennþá að spila 4 veikum. Hann hefur gert vel og halda sig út í villvandræðum. Já, og Fannar hefur vaxið. Og Kórin sprækur sem aldrei fyrr. Já, það er gríðarleg stemming. Allar raddir vel stemdar. Þetta er svona á þetta að vera. Áhærendur hafi ekki sest í síðanleik. Þetta er frábær stemming. Umgjörnum til fyrirmyndar. Villa á Beljanski. Það fyrir 3. eða 4. villan hans. En á sama tíma verður Mölsætti Sóla. Þá er Beljanski aðeins með, hann er með 5 stig af vísu 9 fráköst. Þannig að þar vantar stig á Njarðvíkur pokan. Hann er komið 4 villum. Og þá Tyson leikið í heildina vel í þessum leik. Þetta skot klikkaði. Þetta er svona fínt skot hjá honum. Þetta er hans færi. 6 metra færi í 45 gráðum. Brenda og Jóhann. Góð vörður Darra. Góð pressa frá honum eða finna hérna. Friðriksson er ekki að klára. Sóla fær villuna. Friðrik búinn að taka 6 varnarfrákast í síðarleik. Með 12 frákast í heildina, 11 stig. Eins og skotnýting hafa hann ekki nægilega góð. Það er með 3 af 10. Og Jeremiah Sóla stóð með 4 villur held ég. Það var það 3. villan. Þetta er 3. villan. Það gengur ekki. 5 af 9 vítum, 7-7 í síðasta leik. Þannig er gæðinni mikil. Já. Svo með 12 stig á hann, Friðrik Stefánsson. 3 stiga leikur, 70-67. Tekst Káringum að knýja fram sigur og fara í ljónagrifin á laugardaginn í stöðunni 1-1. En þetta var nú skrítin ákvörðun hjá Skarphéðinni, þetta var erindisleysla hjá honum. Preston sem var að spila vel í fyrirleik, hann hefur verið svona hægar í þeim síðarinn með 14 stig. Þannig að það er taktu fyrir það að vera með 8 úr lokleikja. Sjáu þið þetta? Já, Jóhanni Ólafsinni. Þetta var 19 stig frá hundru. Góðkarfa. Jóhann, þetta var 2 stiga. Svekkjörgur. 19 stig frá honum, 5 stiga leikur aftur. Jeremiah Sóla. Já, þetta þarf að gera meira af. Þetta er hreyfing. Þetta er vel gert af hann. Þetta getur komið á honum. Þetta getur verið til þess að hann hætti og hristi af til þetta slén sem hefur verið af því sóknarlega og setur þetta niður. Og það er veruleg spennan hana. Hugguleg vinstri handar hreyfing. 3 stig. 72-69. Preston með 3 stiga skot. Gengur ekki. Njarðvíkingar fá boltan aftur. Jeff Ivey. Gullmikið kappi að ná þetta frákvæmt og þetta hlaupa körfunni. Hver 3 stiga kvarar núna er gríðarlega mikilvægir. Þeir missa boltan Njarðvíkingar. Tyson Pattinson fer alla leið eitthvað. Og er villan á Brenton trúlega. Við sjáum aftur hvað hann er óbóðslega skemmtilegur á opnum velli. Þetta keyrir hann alla leið og finnur svo mannar sem gekk ekki brotið á hann. Og Tyson Pattinson þegar hann er í þessu gír, þegar hann er rétt stendur sem hann var ekki alltaf í einvíðinu sem átti Snæfelldi, þá er hann alveg óbóðslega huggulegur á opnum velli. Já, Brenton fekk villuna. Það var endalega engin vítaskot. Tyson er ekki að fara í skot. Nei, réttilega dæmt innkast. Þetta eru mikilvægustu mínútur Káringa í vetur. Já, alveg klárlega. 3 mínútur. Skarphéðinn Ingason fer aftur hérna og hættir við skoti og Jeremiah Sóla. Það gengur það að jafnarmetinn! Jeremiah Sóla vaknar til lífsins. Hann er búinn að brenna 3 þriggjarkjarnskotum og 8 mörgum ansinskotum. En núna er hann með 5 stig og vel gert hjá honum. 72-72. Jeremiah Sóla búinn að skora 5 stig hérna fyrir Káringa. Og hvað gerir þetta Ígor Beljanski? Það er sóknar við það! 5. villan. Takk fyrir komuna. Hann er varinn í sturtu. Ígor Beljanski. Frábærlega gert. Ekki mikið sem Njarðvíkingar fengu frá honum í kvöld. 5 stig, 5 villur.
Það sem að þeir hafa fengið frá honum hingað til í úrslitakeppninni. 5 stig, 5 villur, 9 fráköst, ágætt barátta, en það dugar ekki. En þessi karfa frá Sóla er náttúrulega alveg ótrúleg og dæmigert að skildi loksins hitta hjá honum. Já, vel gert hjá honum, hann fékk þetta hreyfingu á, þetta víti. Þessi setur hann niður mjúkt vinstri þetta skot og þá aftan sig á því að það er gatt þarna einhvers staðar. Vel gert hjá honum, frábær stemning í rjöndinni, frábær stemning. 72-72 og vel gert hjá Sóla! Jeremiah Sóla! Það kemur KR-ingum yfir. Hann er búinn að skora 7 stig hérna í röð. 74-72. KR-ingar komur yfir í fyrsta skipti sér í fyrri hálfleik. Og Jóhann með mjög erfitt skot. Og Brenton með 3 stiga skot! Gengur ekki! Og Friðrik enn og aftur að taka. Og sjáðu þið þetta Tyson! Frábærlega gert hjá Tyson Patterson. 3-3, Tyson fyrir allan leið. Þetta er frábærlega gert. Þetta er frábærlega gert. Já, hérna. Sjáðu Gabrielsen og Brenton, heldur stertingin, frábærlega gert. 76-72. Tyson Patterson búinn að vera heilsteyptur í þessum leik. Og Jeremiah Sóla koma hérna með 7 gríðarlega mikilvæg stig. KR-ingar allt í einu komið 4 stigum yfir. 76-72. Fram að þessu kallunum þá er Sóla nánast búinn að vera óráði en er að gera hann. Þetta er frábær reyning hjá Tyson Patterson. Alveg ofsalega vel gert. Hlustum aðeins á Benedikt. Both teams are shooting two, so keep attacking the basket. Okay? Hey, I know this is working. You gotta be in the place. They come in expecting box and one. They start to matching up. Okay? Hey, 2 minutes, man. Let's go. You go on in on defense. You show your hands like you go in the show. Hey, then you pick up. Það er líka orðið tímaður. Það er þetta alltaf hreinu. Drengurinn búinn að spila hérna frábærlega á síðustu mínútum. Sjáum hérna 3 stiga koruna frá honum. Það er 9-0 hérna hjá KR-ingum. Það er bara ekkert öðruvísi á móti Íslandsmeistaranum. Já, drengurinn við vorum auðvitað eftir maður með 4 stig, setur vídeó og er búinn að koma nú með 12 stig og alveg í banastuði, 6 fráköst. Já, 9-0 fyrir KR-inga hérna og Sóla búinn að skora 7 af þeim og Tyson Patterson. Nú verður KR-inga að vörðin verður sterk en þeir verða að halda áfram að sækja körfunni í sókninni. Þeir mega ekki bara reyna að verja þetta forskot. Brenton sækja um villu, þetta er reynsla. Villa á skarpiðin og hann er að fá sína 3. villu. KR-ingar hafa sankað hér villunum. En Fannar Ólafsson er búinn að spila með 4 villur meira hlutan af síðanleik. Það er vel gert hjá hann, gríðarlega vel. Og það er nægilega gætilega að samt spila með að styrkila þegar það var alveg. En það Fannar bara þarf að vera skynsamari kannski í leiksýnum varandi þetta villin þannig að hann getur alveg að spila á hans að fá villur. Hann er komið með 12 stig, 10 fráköst, Fannar Ólafsson. Og þetta er 3 stig, KR leiðir með 3 stigum, 1 mínútu og 30 sekúndur eftir. Þeir verða að halda áfram að sækja körfunni. Þeir veit ekki fallið eftir yfir að fara að verja þetta. Hann villa á Friðrik Stefánsson, þá var hann að fara út af. Það held ég örugglega. Já, Friðrik Stefánsson er að fara út af með sína 50 villur. Hann er annar leikmaðurinn. Þetta er að fjórða. Nei. Jú, þetta er trúlega fjórða. Þetta er fjórða. Já. Já, þetta er fjórða villuna. Þetta er það fyrst sem ákveðum öllin inn í Fannar. Fannar fær einhverja mikilvæg vítaskot sig. 78 fyrir skipta. Gengur, fyrra skotið niður. Og með 13 stig. Gleymum ekki að Fannar hefur feikilega reynslu á þessum augnablikum. Maður spilaði lengi með Keflavík og þekkir það að vinna, þekkir það að fara alla leið og setja niður mikilvæg skot. Frábært. Setur bæði niður. 5 stiga fórusta enn hjá KR-ingum 78-73. Fannar Ólafsson með 14 stig. Vilja við 10 frákost. Ára Brenton Birmingham fyrir Njárvíkinga. En Fannar hérna og skarpiðinn, hann keyrir Brenton niður. Það er sína 4. villu. 2 villur skarpiðinn. Hann bakkaði á hann. Þetta var fyndið. Sami kemur inn á fyrir skarpiðinn. Hann er lungi varnarmaður og hefur verið að gera ágætlega sóknarlega. Hann er 7 stig í þessu leik, 5 frákost. Sjá, það er 1:11 eftir. Brenton fara að setja þessu skotniður og auðvitað gera toppnetta.
16 stig frá honum. Brenton með 6 stóðsendingar. Þetta skot er mikilvægt. Gengur ekki, en Jóhann nær frákastinu. 2 stig farin í sóð. 2 stig sem ekki hafa gengið hjá Njarðvík og það er munar talsverð að vera 4 stigum undir að 2. Það sáður og verður Jóhann Ólafsson hérna með mikilvægt sóknarfrákast kemur núna fyrir Stefánsson en hann með sendingu sem að nær ekki á Egil Jónasson og Káringar fá boltan. Þeir eiga að geta klárað þennan leik. Þeir eiga að geta klárað þennan leik í þessari stöðu. Og jafna metin í einvíginu. Og hver hefur trúað því hérna fyrir örfáum mínútum? Já, Einar Bjarnason, hann klárlega trúið því. Já. Þetta er 15% umfram getið það sem það var að tala 10 sekúndur eftir af skotklukkunni þegar Jeremiah Sola hendir út. Pálmi ætti við skotið, þeir eru að missa þetta, eða hvað, já. Þarna hefðu kannski átt að... Þetta hefðu þurft að, þarna aftur, þeir eru lengi. 30 sekúndur eftir, Ævi gengur ekki. Brenton Birmingham með sóknarfrákast. Og þykjast þegar Karfa kemur við inn, eða hvað. En þetta var hvorki skot með sending, þetta var skrítið hjá Jóhanni. Þetta var skrítið okkur, þannig að verður maður að skjóta. Það er allt og mikil flagat undir til að reyna sending á Egil. Þetta var einhvers konar skot líki. Já. Káringar hérna í ákaflega góðri stöðu. 78-74, 19 sekúndur eftir og þeir geta aukið þetta í 6 stig. Þegar Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Njarðvíkinga, hann biður hérna leikhlé og Asemi bregst ekki. 65% skytta í síðasta leik, þá hrundi leikur Káringa í 4. leikur þetta skoruðu þá aðeins 6 stig, en hér heldur betur að spila sinn langbesta fjórðung hér í lokin. Þetta er vel gert hjá alveg liði. Bæði niður þessi 9-0 kapli þarna, þar sem að Jeremiah Sola skoraði 7 stig sem að virðist vera að gera útslagið 80-74. Við skulum samt aldrei afskrifa Njarðvíkinga. Nei, núna er þetta hins vegar, þetta eru 2 þristar og gefandi það að KR skora ekki. En stemningin hérna í höllinni í Vesturbænum í kvöld, hún hefur verið alveg stórkostleg. Það er mjög góð og Kórinn staðið sig að mestu leyti og verið til fyrirmyndar í mestu leyti. Það er örfóhattir í hann sem má setja út á henn. Það er 1-1. En ég vona bara að Kórinn bara endurstýtti sig og lagfæri það fyrir næsta leik og komi beitt inn til Njarðvík. Já, við sjáum hérna að Einar Bollason er hérna að klappa við gólfið hliðina á það sem að stóra KR-skiltið þarna undir körfunni. Hann er með ungu KR-strákunum þarna sem er í KR-treyjunum. Hann er alveg magnaður kallinn, Einar Bollason. Já, þar fer djúp reynsla og mikið skikning á að drengurinn spáði hérna sigur í hálfleik. Já, þarna er hann, Einar Bollason. Þetta er alveg hátíðamaður. Hylur sér baki skipti. Gefið hestunum frí í kvöld. En hér eru Njarðvíkingar. Jóhann býður við. Brotið honum. Fær hann 3 skot? Væntanlega. Já. Jú, það eru 3 skot. Þetta er náttúrulega ekki góð ákvörðun. Það með því að setja þeim niður, þá er þetta bara eitt fristur. 12 sekundur, hér þyrfti Jóhanna, ég meina það er ljóst að verða að setja öll skoti niður til að möguleikin opnist. Hann er 72% skytta, hann er búinn að spila frábærlega í þessum leik. Hann er búinn að setja bæði skoti sín og hann er búinn að taka 2 vítaskot í þessum leik. Setja fyrsta niður að miklu öryggi. Komið 20 stig. Kveikir í netinu. En það voru 15 í fyrri hálfleik. Þetta er alveg fyrirmyndarleikur hjá þeim. Setur annars skot, gengur ekki. Það verður alltaf 2 körfumunur. Þetta verður óhemju erfitt fyrir Njarðvík, nánast ómögulegt. Já, 80-76. Þetta er 2 sóknarmunur. Það verður Egill út af og Guðmundur kemur inn á, léttari maður, meiri skotmaður. En KR þarf að fá nánast aðstóð til að klúra þessum leik. Pálmi hérna á sendingu á Fannar, ætlar hann að taka tróðslu? Já! Heldur betur. Fannar Ólafsson innsiglar sigurinn. 16 stig frá honum með 4 villur allan seinni hálfleik nánast. Fannar búinn að spila feikilega vel. Þetta er frábær karli. Og Káringar jafna metin í þessu einvígi. Það er 1-1 er vinna. Frábæran sigur 82-76. Þvílíkur karakter í þessu liði. Frábær leikur að KR. Og Arnar Björnsson er komið með Benedikt í viðtal. Hvernig í óskopunum fóruð þið að klára eitthvað af þessum 4. leikluta sem að reyndist eitthvað svona skelfilegu síðast?
Já, við held ég bara að við fórum náttúrulega vel yfir fjórða leikluta síðan, skoðum hann vel og við vorum bara ekki nógu beittir. Leið á við erum fannir að vera beittir í hausnum og þá erum við og fókusverðaðir og erum að gera hlutina sem við ætlum að gera. Hvar kom Sóla í leikinn? Hann var alveg týndur framan af. Hann var algjörlega týndur framan af en hann er svona leikmaður, hann lætur ekkert hafa áhrif á sig. Ég er svona augra á honum aðeins með hendunum og bekki nokkrum sinnum og hann skilaði þessu þegar á þurfti að halda. Þannig að þetta verður svona notaleg kvöldsund hjá þér fram að næsta leik. Ég menn eins og ég var að segja í Njarðvík eftir leikin. Einvíð er bara rétt að byrja. Nú er bara 1-1. Það er búið að jafna þetta. Menn megi ekki vera að dæma einvíðin of fljótt. Takk fyrir það. Ég ætla að reyna að ná í fleiri ef þið missuðu ekki hérna yfir til ykkar. Já, takk fyrir það, Arnar. Þetta er frábær, þessi fjórði leikluti hér á KR. Þannig er það að sína bara mikið stolt, ákveðin og grimmd. Að þeir voru undir 60 stigum meira með allan leikinn, 6 stigum í hálfleik og Njarðvík virtist hafið í hendi sér, svo kom frábær kafli þar sem Sóla loksins spratt úr skilinni og komið þrist og fleiri í kjölfarið. Þannig að þetta er mjög góður og sterkur sigur á KR-ingum, ekki síst. Þannig að nú er einvíð jafnt og það er að vinna 3 leiki í staðan 1-1 ákvæmlega sem við vildum hafa það. Já. Þannig að og þessi sjötti maðurinn á KR-ingum skilaði góðu hlutverki. Og athyglisvert í fjórða leikluta 24-14. Já, alveg bara frábær kafli hjá þeim. Og fundur loksins svör við þessu sterka varnarleik Njarðvíkinga og svarið var að Sóla þurfti að finna taktinn. En Arnar Björnsson er búinn að fá annan góðan mann í viðtal. KR-inga Pálmi, núna fannstu þið heldur betur í kvöld? Já, ég fann mig heldur betur í kvöld. Það var mjög sáttur bara minn leik og við náðum að landa sigri. Maður er sáttast með það. Hvernig er það þegar menn er í þessari íþrótti komin í úrslitakeppni, gengur ekki að skora, menn kannski ekki alveg ánægðir með sjálfa sig því að finna með fjölina sín og þetta allt fyrir að ganga? Já, við erum náttúrulega með það stóran góðan hóp sko. Það er í sumum leikjum maður að skora kannski 20 stig og svo næsta kannski bara 2 stig. Þannig að það kannski skiptir ekki alveg öllu en samt sem maður að þau töpum í síðasta leik og ég átti ekki góð leik þannig að maður alltaf hundfull þannig að ég ákvað bara komast ökkur til leiks í kvöld og ég náði því. Varstu farin að sjá á eftir því að þið var að tapa þessu, þið voru undir, erfitt að vinna þetta upp. Njarðvíkingarnir virtust hafa þetta? Alls ekki. Ég hef alltaf trúið að það myndi sigra. Það var alveg frábær stemningin í kvöld, frábær stuðningur, bara alveg æðislegur og ég hef alltaf trúið að við myndum vinna leikinn. Þó við vorum annað konir eitthvað 9 stig undir. Hvað með leikinn á laugardag? Verður það svipuð stemming í liðinu þá? Já, ég hef ekki vonað öðru. Við ætlum að vinna það leik að sjálfsögðu. Við þurfum að vinna einn í Njarðvík til þess að vera Íslandsmeistarar, þannig að stefnum náttúrulega að setja á það. Takk fyrir það. Ég þarf að ná í Njarðvíkinga, þeir voru fljótir inn í búningsherbergi. Ég hef ekki séð Njarðvíkingana taka svona hratt til fótanna eins og núna. Viðtal við Pálma frá Arnari, hann var 19 stig, 6 fráköst með 3 stóðsendingar. Bara spilaði hann leik mjög vel, einn allra besti leikur sem ég hef séð frá honum allengi. Það var mikilvægt leik, fann hann með 16 stig ásamt Tyson. Þannig að frá KL-liðinu það voru allir að lokum þegar Sóla kom í henskans jungum menn sem skiluðu ekki en það þurfti ekki þessu leik. Góður sigur á KL. Já, ekki nokkuð spurning á það. 82-76 og liðið mætast í þriðja skipti í Ljónagryfjunni Njarðvík á laugardaginn. Við verðum þar að sjálfsögðu og það verður mikið dýrðir. En við förum að láta þetta gott heita. Verðum aftur með ykkur frábæran körfubolta á laugardag frá Ljónagryfjunni í Njarðvík. Staðan í einvíginu KR 1 Njarðvík 1. KR-ingar jöfnuðu metin með frábærum endarfrétti hérna í kvöld. Við förum að láta þetta gott heita. Íþróttadeild Sýnar takkar kærlega fyrir sig. Sæla sinni.
borgarferðir. Ferðaskrifstofa Iceland Express er með borgarferðirnar. Skoðuðu úrvalið á expressferðir.is. Elsta og virtasta bikarkeppni í heimi, enski bikarinn. Hverjir komast á Wembley? Engin leikur er unnin fyrirfram í bikarnum. Manchester United, Watford